Já, komið heil og komið sæl. Þetta dark bræði ykkur heils ykkur eftir smá pásu. Við erum bara að vera svo vestu opinberi starfsmenn sko, við vinnum ekki neitt sko. Já. Nei, við náttúrulega reyndum við Grænland. Það var við getum kannski tekið það bara í næsta þætti þegar við erum að reyna að fara aftur til Grænlands aftur. Við flugum yfir Grænland. Já, 5 tíma flug frá Reykjavík til Reykjavíkur. Og það var snúið aftur við. Já. Það var alveg skrítið að vera búin að punta í sér nokkrum kvöldum og lenda sér bara aftur á Reykjavíkur. Ég kom heimastu mín. Já. En nógu það verður, við reynum aftur helgina. Já. Leifum ykkur að fylgjast spennt með takk þið sem fylgdu okkur á Instagram. Já. Við erum ekki alveg hætti við, þannig að ekki missa vonuna okkur alveg strax. Nei, alltaf að löga þetta. Heldur betur. Áður en komum að þætti kvöldsins sem er rosalegur, þá erum við með Autocenter. Já. Bílamálun og réttingar bjóða upp á alhliða þjónustu þegar bílinn lendir í tjóni. Og símanúmer, það er ekki flókið. 555-2000. Bóka tjónuskóðan, takk. Teslan bara kemur eins og ný út. En að þætti kvöldsins, Chess After Dark, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, lögfræðingur, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og núverandi utanríkisráðherra. Góðunni þáttarins og sömuleiðis fyrrum ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra. Já. Þetta er alvöru CV, þráttur ungan aldur. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig liggur á þér? Ég er alltaf góð sko. Ég er alltaf brött og bara finnst mjög gaman að vera til, en ég ætla ekki að, þú veist, ég væri að ljúga, ég væri bara, það er allt undir kontról og það er ekki til að frétta, sko. En ég er bara góð, bara, þú veist, gaman í vinnunni og börnin hamingjusum og maður minn upptökin, sko. Það er einhvern veginn, þú veist, þegar það er í lagi, þegar það er í lagi og ég, sef, sem er svona orðið næst í þráhyggja, sko, ég passa svo mikið að sofa, vel. Það er vel gert. Þá getur maður allt. Það skiptir, þú veist, ef maður getur verið á prósentu hjá svefn, þá væri ég það. En ég er mikill talsmaður þess að passa upp á svefnin og sef bara alltaf 8 tíma. Dr. Erla er klappandi núna. Já, en þá kannski spyr maður sig, er ekkert mál að sofna þegar það eru svona hitta dagar í vinnunni alltaf? Sko ég, allavega enn sem komið þú veist, ég á mjög gott með að sofa. Ég er alveg, sko, þú veist, svona starf eru þetta svona einhvers konar lífstíl, þú veist, þú skilur ekki starfið eftir, þú ert alltaf einhvern veginn á vaktinni, þú ert alltaf að hugsa það, þú ert alltaf, þú veist, þú hittir vinina, fjölskyldu og einhvern veginn ert alltaf að tala pólitík og þú veist, maður er að spjalla við einhverja kollega á, þú veist, þegar maður er heima hjá sér og eitthvað svona, en ég er samt alveg, held ég, nokkuð góð í að svona skilja frá, af því að ég veit bara að ég get ekki sinnt starfinu mínu vel ef að ég væri að taka með mér, þú veist, allar heimsins áhyggjur bæði heim, allt árum kring, þú veist, ég tek sumarfrí og sömuleiðis inn í nóttina, sko. Ég er hvort sem er ekki að fara að vinna, þú veist, á meðan ég sef, þannig að þá er bara einhvern veginn, það bara skipt svo miklu máli. Ef ég sef, þú veist, þá lífum bara eins og ég geti allt, alveg saman hvað kemur upp. Auðvitað er það stundum pína áskorun þegar maður er á svona ferðalögum, þú veist, ég meina ég bara í gær vaknaði 6 á íslensku tíma og kem heim klukkan 1 og svo bara fyrir vinna, þú veist. En þá bara þarf maður að fara að sofa á hótelinu og sofna í flugvélinni og einhvern veginn, þú veist, það er bara fara út að skokka eða fara í gufu eða eitthvað. En ég myndi alveg, þú veist, ég ger ekki allt rétt, sko, en í þessu er ég góð. Já, forgasaði þessu. Passar, já. Áður en við færum okkur í aðra sálma, hvað þarftu marga tíma svefn? Minnst að kosta 8. Já, það er svoleiðis, þú þarft alveg hellingsvefn. Já, eða veist, þarf, ég bara gera það. Ég meina, ég kom alveg nætur þar sem ég sef ekkert 8 tíma. En ég svona reyni og oft, þú veist, horfi á þætti á kvöldin og ég bara með, þú veist, ég busti mér tennurnar fyrir på sófa, sko. Þú veist, teka mér bara farðan og þú veist, bara til þess að því ég veit ég er bara að fara að sofa. Já. Og ég man þegar ég var yngri, þú veist, pabbi var ofta að sofna í sófanum og ég var bara eitthvað, af hverju fer ekki bara inn í rúm? Ég skildi þetta ekki, mér fannst þetta svo steikt. En þú veist, það er öðruvísi leggja, það er öðruvísi hvíld að leggja sig í sófanum, heldur en að fara inn í rúm og sofa. Já. Það er bara minnst 8 típar, hvernig maður hlustandi til að sofa mikið? Já, bara prófa það. Það bara munar öllu, sko. Hætt að spyrja fólk hvernig það er að þú fær alltaf bara góður, spyrja hvernig svafst í nótt. Já, til dæmis. Já, sko, eitt með Serrano.
Fresh Happy Max. Já, nú erum við að fara til Er Serrano í Grænlandi? Nú erum við að fara til Grænlands um helgina og það var hægt að fá góðan stað á Leifsstöð. Í Leifsstöð, það er ekki lengur hægt. Ég sakna hans svolítið. En það sem þú getur gert er að stoppa við í Hafnarfirðinum. Já, tekið með þér. Gripi Serrano. Tekið með í vélina. Já, tekið með í vélina. Og sést, þú flýgur nú helling Þórdís. Ég er hljóma í ógeðslega leðilega. Ég er með smá svona rútínu, þú veist. Ég er alltaf með möppu fyrir fundina sem ég fæ, og ég lesa hann alltaf bara í vélinni. Já. Alltaf með AirPods Pro með noise cancellation á, þannig að ég er ekki að fá áreiti og lætin einhvern veginn í vélinni, allan hávaðan og svona. Hlusta bara tónlist allan tíman. Stundum auðvitað horfi ég á okkur að fróðu þætti á Netflix eða eitthvað. Svo drekki bara úrslega mikið vatn í vélinni. En það er almennt að því fæ mér hafragraut á, áðurinn ég fer í vélina, en þannig að ég er ekki borða ekki mikið mat í vélinni. Og notar ekki Wi-Fi heldur? Nota ekki Wi-Fi. Og oft er það, ég er alltaf það er alltaf einhverju að fljúga með mér. Já. Og ég veit að, ef það er eitthvað alveg rosalega alvarlegt, þá er viðkomandi hvort sem er á Wi-Fi, þannig að, hann viðkomandi kemur það bara til mín og myndir láta mig vita. Já. En ég er með svona prinsip að ég held ég að gert það 2 eða eitthvað, í 100 skipti. Já. Af 100 skiptum. Ég fer ekki á Wi-Fi í flugvélni. Það er bara hluti á svona sund og flugvél. Það eru einu staðanir þar sem maður er ekki í símasambandi. Ég fer mjög mikið í sund. Mjög mikið í sund. Og hluti af fegurðinni við að fara í sund er að þú tekur ekki síman með þér. Sko. Sammála því. Sefur nóg, drekkur nóg, borðar hafragraut í morgumat og róttakar flug. Já, nú hljómar þetta, þú veist, en svo er ég líka bara, ég borða opaslega óreglulega, ég er ekki nóg duglega að hreyfa mig, ég er ekki nóg duglega að hitta vinkonum mínar og ég er ekki nóg duglega að hringi mömmu, bara þannig að haldið til haga, ég er alveg ekki með þetta, sko, en það er bara, þú veist, sumt gerir ég rétt og annað ekki. Já. Ekki spurning, bróðpartin af þessu lífverðni stiður samt Serrano sem eru Fresh Happy og þeir eru Max. Yes. Skiptum alveg að Fresh og skiptum alveg að Happy. Já, gerir það. Sko, við byrjum á kannski ekki skemmtilegasta málinu, en við skulum taka enga síður. Yazan Tamimi. Já. Við rifum aðeins upp sölina á 11 ára strákur sem átti að víkja á landi fyrir nokkrum dögum síðan. Lögreglan mætti á spítalann og tekur hann og mömmans og fer með á Keflavíkurflugvöll. Það er sömuleiðis farið heim til pappa þeirra og hann gripinn. Þau þurfa að bíða flugvöllin með einhverja 8 klukkutíma þar til Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra eftir hótun við FG endurkallar þessa ákvörðun og hann er aftur sóttur á flugvöllin. Sko, nú er komið ljós að hann mun ekki nást að flytja nú landa á laugardaginn eða fyrir laugardaginn þegar þetta rennir út allt saman eða fresturinn, þannig að við þurfum þá að taka við honum. Þessi strákur öllum líkindum að fara enda á því að fá alþjóðlega vernd hér á landi. Finnst þér rétt að ríkisstjórnin skipti sér að einstökum málum eins og gert væri tilfelli Yazans? Nei, það er ekki þannig. Við höfum marghaldið því á lofti að hvorki ráðherra málaflokksins né pólitíkin bara almennt, hvort sem það eru einstakir þingmenn eða ríkisstjórnin, framkvæmdavaldið sé að hafa afskipt af einstaka málum. Þú veist, þetta er lína sem ég held að flest hafa heyrt mjög oft og af bara mjög góðri og gildri ástæðu þótt það kunni að hljóma kalt að þá er okkar hlutverk að búa til regluverk og tryggja það að stofnanir séu færum að fylgja því regluverki og svo kemur eitthvað niðurstaða og þá þurfum við að framfylgja því. Auðvitað eru mál pólitískt viðkvæm og allt það, en við viljum ekki vera í samfélagi þar sem að þau mál sem fá meiri athygli fjölmiðla heldur en önnur fái aðra niðurstöðu samkvæmt einhverju almennu regluverki þar sem að þarf að tryggja bara stjórnsýslulögum sé fylgt og jafnræði sé gætt og annað slíkt, því að það eru alls konar mjög erfið mál sem eru framfylgt af fólki sem að sinnir því og það skiptir líka máli finnst mér þú veist, fólk sem er að sinna þessum störfum, þú veist, þetta eru ekki auðveld störf. Þetta er ekki gleðiefni fyrir neitt. Ég meina, þetta fólk er bara í sínum störfum og þarf auðvitað að hafa stuðning þá frá þeim sem búa til reglunar og segja að þessum reglum þurfa að fylgja. Þannig að það er ekki gott. Við höfum náttúrulega undanfarin ár reglulega fengið upp svona einstaka mál og við höfum verið að reyna og lagt okkur fram og mér finnst það alveg að hafa árangur í því að þessum, vegna þess að fyrir allmörgum árum þegar svona mál voru að koma upp, þá var það samt þannig á Norðurlöndunum var það bara löngu búið, þú veist, það var ekki
einstaka mál ekki að fá þessa svona athygli eins og ennþá hér og mér finnst við hafa svona svolítið fullorðnast í því og komist frá því og svo kemur upp þetta mál sem auðvitað bara mjög viðkvæmt og flókið og á alla kanta, þú veist, ég meina út frá þessum blessaða dreng, fjölskyldu hans, öðrum í sambærilegu stöðu, pólitísk svona áhrif þess og hvernig þetta kom til og allt það. Þetta mjög óvenjulegt og það ekki rétt að ríkisstjórn sé að hafa afskipti af einstaka málum og aðgerðum lögreglu sem að byggja bara á því að framfylgja þeim reglum sem að framkvæmdarvaldið leggur til og Alþingi samþykkir með meirihluta sko. Þú veist, það og ef maður myndi, já, þú veist, þannig að stuttasvari nei, það ekki rétt að hafa pólitísk afskipti af einstaka málum. Ég meina, pólitíkin ólíkind og tól og þú veist, þetta bara eins og það og við verum bara að sjá hvernig það allt saman endar og fer og allt það en þetta svo þetta bara svona mál sem að dálítið vonlaust að ætla, þú veist, það engin sigurvegur í svona málum sko, það engin sigurvegur í svona málum. Nei. Það alveg ljóst að þetta mál líka af einhver mikla tilfinningar hjá fólki já, eðlilega. Það ekki allir sammála sko, maður velti samt fyrir sér að því að eðlilega þegar verið að tala 11 ára strák með alvarlegan vöðvarýrnunar sjúkdóm þá vakna upp tilfinningar í fólki en maður velti samt fyrir sér eins og þegar alþjóðlega verndin samþykkt á Spáni þá náttúrulega horft til þess að Spánn mjög framalega þegar kemur að því að rannsaka þennan tiltekna sjúkdóm og bara frábært heilbrigðiskerfi á Spáni sko. Já, þannig að þú veist sko, það sem að ég spyr mér sko, fyrsta lagi þú veist, þurfti að kalla lögregluna til á nóttu, var það vegna þess að fjölskyldan neitaði að fara eða það ekki bara alltaf gert það? Það eðlilegt? Sko, þegar að verið að náttúrulega nýta flug bara á flugvöllunum, þú veist, bara hinn hefðbundnu flug, þá náttúrulega fara allir út á völl almennt snemma mótnana, sko, en auðvitað önnur svona hughrif og svona ásýnd á því þegar það en það bara fylgir því að, þú veist, hvernig vélinn fyrir loftið en ég, þú veist, ég þekki ekki einhverja svona nákvæma atvikalýsingu í þessu tilfelli, sko, mér bara, þú veist, það bara skiptir máli að vera með regluverk þar sem að það sama gildir alla og þetta auðvitað ekki sko okkar eingöngu, þú veist, við erum ekki eilandi í þessu, við erum ekki með heima smíðað regluverk, við auðvitað höfum verið að gera breytingar á löggjöfinni þannig að hún sé meira samræmi við það sem gengur og gerist í kringum okkur. Við höfum hort á þennan málaflokk, þú veist, vaksa úr 500 milljónum á ári í 25.000 milljónur á ári, það sér það hver maður og það gengur ekki til lengdar. Það heldur ekki sko, finnst mér, þú veist, rétt fjárfesting fyrir þessa fjármuni vegna þess að við erum annars vegar með hópa fólki sem hefur flutt til landsins til þess að bara lifa hér og starfa sem hefur ekkert með alþjóðlega vernd að gera, ég bara meina innflytjendur almennt og við erum það land, held ég, innan OECD sem höfum séð hort upp á mestu fólksfjölgun bara allra frá 2017, ég held sé yfir 15% fólksfjölgun og okkur gríðarlega mikilvægt, hefur gert það verkum að við höfum verið með meiri hagvöxt heldur en önnur lönd sem halda hérna uppi atvinnugreinum annað, en því fylgir alls konar sko, önnur verkefni, þú veist, það verður að vera til húsnæði fyrir þegar okkur fjölgar svona rætt, þá þarf að byggja húsnæði hraðar sem að síðan að hafa áhrif á það að þú veist, það verðbólga og það þensla og allt þetta sem við þekkjum. En síðan hitt að það þarf auðvitað að fjárfesta í þessu mannu, sko, í þessu fólki sem að koma hingað til að lifa og starfa. Hér erum við með mikinn fjölda barna sem ekki með íslensku sem fyrsta mál og við verðum að meina það þegar við segjum að Ísland eigi að vera land tækifæra. Við erum það land innan OECD sem með mestan félagslegan hreyfanleika sem þýðir bara í rauninni að það eru mestu líkur á því að þú getur flakka á milli tekjutíunda og þú getur bætt stöðina í launakjörum og lífsgæðum á Íslandi samanborið við bara öll önnur lönd innan OECD. Það eru eiginleikar sem ég finnst einna mikilvægast eiginleikar íslensks samfélags og ég vil halda í. Og við getum ekki sagt að við ætlum að vera sko land tækifærana ef við erum síðan með gjörðum okkar að gera það verkum að börn sem ekki með íslensku sem fyrsta mál hafi ekki sömu tækifæri og önnur börn.
Það fjárfesting sem við eigum að vera tilbúin að setja fjármuni í til þess að tryggja og síðan þegar kemur að því að vilja gera svona sinna okkar í því að vera bara þjóð meðal þjóða, þú veist, og til að mynda eins og í þróunarsamvinnu. Þú veist, við erum með 0,35% af vergri landsframleiðslu í þróunarsamvinnu. Sameinuðu þjóðirnar tala 0,7%, við höfum tekið undir það. Norðurlöndin eru öll ýmist nálægt því, á því eða með meira en það. Þá ertu að setja fjármuni í, þú veist, verkefni þar sem fólkið býr til þess að bæta þeirra stöðu, hvort sem það menntun eða matur eða hreint vatn eða læknisaðstoð eða þú veist hvað. Þannig að þú veist það að setja 25.000 milljónir í málaflokk þar sem þú ert í rauninni að mjög litlu leyti að fjárfesta í fólkinu sjálfu vegna þess að uppistöðu til þetta kostnaður sem að síðan, þú veist, sem að fylgir því að fólk að fara í gegnum kerfið og bíða og svo fer allir þessi fjöldi aftur tilbaka, þá ekki að, þú veist, það ekki fjárfesting sem slík. Nei. En þetta eru þetta alþjóðlega skuldbindingar og við bara sinnum þeim, en við höfum verið að breyta lögunum eins og við höfum fulla heimild til að gera, til þess að vera meira í samræmi við það sem að löndin í kringum okkur eru með. Ég veit, og við sjáum það bara í mælingum að, þú veist, meginþorri þjóðarinnar segir að þetta sé orðið ágætt, þú veist, að við þurfum að passa okkur. Og ég tel bara líka mjög mikilvægt í stóra samhenginu að við skiljum það og hlustum á það og auðvitað þarf að vanda það hvernig við tölum en þú veist, við erum samfélag sem hefur tekið miklum breytingum, við erum samfélag sem með vaxandi hluta okkar samfélag sem eru útlendingar, við viljum það, við þurfum það, við erum þakklátt fyrir það fólk sem kemur hingað, við gætum ekki haldið uppi heilbrigðiskerfi, byggingar, geira, ferðaþjónustu og svo framvegis án þessa fólks en það þarf líka að passa að það sé þá þessi svona samfélagslega sátt og þetta eru bara löndi kringum okkur öll að eiga við og það þýðir þá líka að við þurfum að vera með svona skilvirkt regluverk þar sem að því við getum þetta ekki hjálpa öllum, þú veist, við tökum ekki á móti öllum og við getum ekki verið að gera eitthvað sem eitthvað öðruvísi heldur en allir aðrir eru að gera og þetta ekkert að segja út frá þessu máli, ég bara að segja að þú veist, þetta búið að vera mjög vandasamt og flókið og það hafa komið mörg erfið mál og það að vera í stól dómsmálaráðherra, ég meina ég þekki það hafandi sjálf verið dómsmálaráðherra en líka var aðstofamaður Ólafur Nordal 2015 þegar að Sýrlands krísan og flóttamenni fara að streyma þaðan, við fengum það alveg líka til Íslands og þá var þetta svona, það var rosalega mikil breyting á skömmum tíma og við vorum alls ekki einhvern veginn undir það búin að það bara þú veist, það að vera í stól dómsmálaráðherra þú ert alveg dálítið oft marga dagi mánuði svolítið að ganga á glerbrotum sko. Þetta bara ofboðslega vandmeðfarið og viðkvæmt og það rosalega auðvelt að gera mistök og bara erfitt að halda einhvern veginn stjórn svona á svona málum og þetta verður alltaf málaflokkur sem verður umdeildur og fólk skipa sér í mismunandi lið sko, en ég held að við séum það sem mér skipta mestu máli er að við séum sammálum að við höfum skyldum að gegna. Þú veist, við tilheyrum kerfi sem að við erum hluti af. Þetta kerfi er ofboðslega galla mikið og ég held að það sé ekki sjálfbært en við breytum því ekki ein. Það er samstagsverkefni margra þjóða og auðvitað eru þjóður sem eru glímaði stærri vanda en við það sem fólk að koma þú veist, með auðveldara hætti og á bátum og þú veist, allt þetta sem við þekkjum en þú veist, þetta er við getum ekkert bara einhvern veginn hlaupist undan og við verðum bara að átta okkur á því hvaða hlutverki við gegnum og þar skiptir máli að átta sig á okkar alþjóðlegu skuldbindingum og síðan því að passa upp á það sé samfélagslega sátt það að hér flytji fólk og lifi og starfi og við sinnum þá þeim verkefnum sem því fylgir af sóma. Þannig að við getum áfram sagt að við séum landtækifærin og hér eigi alltaf fólk sem hér býr og hefur rétt á því að vera hér. Geti, þú veist, látið svona ljósið skína og hafi raunveruleg tækifæri til þess að bæta sína stöðu og tryggja þennan félagslega hreyfanleika og fólk geti lært tungumálið og verið, þú veist, raunveruleg hluti af samfélaginu. Klart. Algjörlega sammála. Sko, það er alveg ljóst að við búum við nýjan veruleika og nýtt þjóðfélagsmynstur sem að bara bera fagna hérna á Íslandi. Mikið af innfluttu vinnuafli og krökkum sem að koma með þeim. En sko, hættan er, og eins og ef við tökum þetta sérstaklega mál fyrir, er sko að þú ert með innflutt vinnuafl, þú ert með ólöglega innflytjendur og svo ertu með fólk sem að fær alþjóðlega aðstoð. Þú veist, að hræra þessu saman í einn graut. Algjörlega. Sko, eins og þarna,
það hlýtur að vera hættulegt fordæmi þegar til dæmis þessi strákur búinn að fá alþjóðlega vernd á Spáni við sem bara, við bara veifum því. Ég veit það ekki, þetta eru steinar en líka bara að maður finnst svo erfitt að sjá hvað fólk verður reitt og þjóðin tvístuð sko. Maður veltir líka fyrir sig sko að þetta fordæmisgefandi að ríkisstjórnin sé að beita sér í einu slíku máli, þú veist, þá veltir maður fyrir sig líka bara að setja einhvern mann í steinin og þá ríkisstjórnin að fara að bera ábyrgð á því, þú veist, eða grípa þær í taumana. Þá sagði fólk á mótmælunum og þarna, þú bjóst nú svo vel að þarna, þurftur að fara á þessum mótmælum, þetta var ekki fallegt að sjá og þetta leiðilegt bara að sjá þarna, svona mótmæli. En þá segja mótmælendur vissulega móti, já en það fordæmisgefandi að senda 11 ára stráki í burtu. En eins og Bjarni kannski búin að koma ágætlega inn á þetta 1000 brottvísanir 2004, þetta var ekki svo fyrsta. Já, og það þetta mikilvægt líka að halda því til haga, sko. Við höfum bæði með breyttri löggjöf, breyttri framkvæmd, auknu eftirliti á landamærunum. Þú veist, við erum að sjá að umsóknum að fækka mjög verulega. Og það afleiðing af því að við sögum, herðu, svona getum við ekki haldið áfram. Við erum að senda fólk aftur tilbaka ýmist, þú veist, alla leið heim til síns heimalands eða til þess ríki sem það kom frá í miklu meiri fjöldi núna heldur en hefur verið og það skiptir máli líka að fólk finni það þá að það sé svona ykkur stjórn, þú veist, meiri stjórn á þessum málaflokki. Þetta eitt mál af óbúslega mörgum og auðvitað, þú veist, auðvitað það bara mannlegt þegar að fólk horfir á, þú veist, barn í viðkvæmri stöðu sem veikt að ég skil það mjög vel að fólk segi, herri, byrju hverju munar einn og þá bara kaldi veruleikin bara sá að þau sem að taka að sér, að taka ákvarðanir út frá, þú veist, lögum og reglum og þá sagt, já, þetta lög sem að gætu verið öðruvísi, já, en þau eru svona og alveg saman hvernig lít út, þá þarftu alltaf að tryggja að það sé jafnræði og milli fólks og það getur ekki verið sanngjarnt að þau mál sem að fá annars konar athygli og meiri athygli heldur en önnur fái aðra málsmeðferð eða aðra niðurstöðu eða aðra meðhöndlun heldur en hinn málin þar sem að á bakvið eru einstaklingar sem bara þekki ekki einhvern sem þekkir einhvern sem að kemur þeim í fréttir. Þú veist, það bara það bara kaldi veruleiki þannig að þau okkar sem tökum að okkur að tryggja að það séu ykkur almennar reglur þá bara þýðir það að þetta snýst almennt ekki eitt einstaka mál ef að það ekki fordæmalaust mál heldur þarf það þá eiga við alla sem eru í sambærilegri stöðu og það bara þannig að þú færð ekki sjálfkrafa vernd á Íslandi þó þú sért að glíma við sjúkdóm sko. Þú veist, það ekki eitt og sér en auðvitað litið til allra aðstæðna hjá hverjum og einum. Þú veist, við erum með þannig kerfi og það var gert í þessu tilfelli líka. Já, algjörlega. Kannski eitt að lokum, að því við erum kannski búin að tala að þetta sé kannski ekki endilega mál sem á að koma á borð ríkisstjórnarinnar. Sko, Guðrún Hafsteins sem með þetta á sinni könnu, hún búin að lýsa yfir þetta var henni þvert geð. Þannig að maður getur nú ímynda sér að þetta hafi komið frá Vinstri grænum en þeim mikið hjartansmál. Já. Sko, eins og við segjum, Guðrún, hún var ekki ánægð með þetta, þú veist, líka mér finnst líka hvað gæti Vinstri grænir hafa, eru þið bara að hóta að sprengja ríkisstjórnina? Ég held líka bara að það annað skipti sem að Svandís Svavars það máli, sko, en það sem að ég kannski velti fyrir mér og ég held að fleiri sé velta fyrir sér að ef ég væri Guðrún, væri ég alveg brjáluð. Ég væri brjáluð af því að það verið að taka fram fyrir hendunar á henni hennar stjórnsýslu og Sjálfstæðisflokkurinn endar einhvern veginn með ætlaðu að senda hennan unga drengi í burtu, fenguðu ekki í gegn og Vafki og Framsókn kom út sem allavega Vafki kom út sem einhverju svaka vinnirar af því að eins og Leifur kom inn á í byrjun fresturinn runnin út þannig að heldur að Guðrún Hafstein sé ekki ósatt út í þetta? Þú verður hún? Ég get bara sagt að þú veist, þetta alveg snúið, þú veist, þetta óvenjulegt, þetta flókið, ég get svo sem lítið annað sagt heldur en bara, þú veist, þetta
fór eins og þetta fór og hérna En það er ekki svona messenger-grúpa á ríkisstjórninu bara, eða gerir þetta ekki þá er það slitt. Nei, það var ekkert svoleiðis. Nei, en það er samt þannig og svona eins og þau komið inn á því þjóðmálum í gær held ég að það er hringt þarna í Bjarna og það er bara komið út af AFG báðu þetta og það er hringt þarna í Bjarna 4-5 morgunin og sagt bara, heyrðu, ætli ekki aðeins endurskoða þessa ákvörðun gamli. Þú veist, þannig að þó Guðmundur Ingi tala um að hafa ekki hótað stjórnarslitum þá er ég ekkert mikið hringið 4-5 á nætunar og tilkynnaður að þú eru að gera ykkur breytingar sko. Nei, það kemur óvart eða þeir hefðu beðið að falla og þú varst að gera núna sko en úr einu í annað. Þetta er bara frægasti gaur á Íslandi sem er geggjað. Já, þetta er rosalegt mál. Orka náttúrunar. Ef orkan er hrein, þá liggur gatan greið heim fyrir okkur tvei. Talandi þjóðmál, þetta er annar vinur okkar Hjörvar sem á þessa, heldur gott. Orka náttúrunar segir bara við ætlum að nota þetta. Já, þetta er nýja slagurinn þeirra. Þeir bjóða náttúrulega upp á hleðslustöðar í áskrift og mikilvægt að velja góðan þjónustaðala sem ekki treyst 100% í svona verkefni. Já. En í aðra sálma Þórdís formannsframboði. Já. Úr einu í annað. Já, jú. Já. Já, það hafa 3 öfluga konur í ráðarastólum verið mátað við formennsku í flokknum. Það er eitthvað. Já, það er frábært. Það er tölvöld breyting, já. Er komið titringur í flokkin, varandi formannskjör? Já, það fyrir örugglega eftir hvernig þú spyrir sko. Ég hef bara lagt mig fram það að gefa formann flokksins það rými sem að hann telur sig þurfa til þess að hérna, segja það bara skýrt hvernig hann sér þetta fyrir sér, fyrir sitt leyti. Ég meni, ég er búin að vera varaformaður í 6 ár og þegar ég tók ákvörðun að bjóða mig fram sem varaformaður þá var ég þar með svona í mínu maga að taka ákvörðun það að hérna, það myndi þú veist, ég gerði það því ég treysti mér þá til þess að taka við flokknum ef bæði við eitthvað, þú veist, ef slíkar aðstæður myndu koma upp, það er í eðli sínu það að vera varaformaður og síðan það að nota þann tíma til þess að læra og afla mér reynslu og hérna svona búa mig undir það að geta boðið fram þann valkost að leiða flokkin. Sjálfstæðisflokkurinn er 95 ára og þegar kemur að því að kjósa nýja forystu þá vona ég að í þeim kosningum verði svona kynslóðaskipti í flokknum. Og ég er tilbúin, það er ekkit launingamáli, menn ég er búin að segja að það er örugglega í 2 ár sko og ég sé mjög svona skýrt líka fyrir mér, þú veist, hvað það þýðir sko, þú veist, og hvers konar sjálfstæðisflokk ég vil leiða af því að flokkurinn stendur á mjög svona traustum grunni og í rauninni stefnu allt frá árinu 1929 sem bara stendur algjörlega ennþá. Flokkurinn þarf samt auðvitað líka að aðlagast bara breytingum, þú veist, í samfélaginu þar sem að þú mátar, ég meina flokkur sem að skilur ekki framtíðina getur ekki átt erindi við framtíðina og við erum bara við búum í samfélagi sem hefur tekið miklum breytingum, stjórnmálin hafa breyst ótrúlega mikið mjög hratt og umheimurinn er bara breytast mjög hratt líka og ég hef verið í 4 ráðuneytum, ráðherrastólum og mjög ólíkum og mismunandi, það sem að reynir á mismunandi svona þætti í manns karakter, þú veist, og styrkleika og veikleika og allt það og mig langar að leiða sjálfstæðisflokk sem að er svona, þú veist, sem er alþjóðlega sinnaður og það snýr bæði að sko samskiptum við önnur lönd og hvar Ísland mátast einhvern veginn í bara samfélag þjóða en líka út frá, þú veist, alþjóða viðskiptum, þú veist, útflutningi, samkeppnishæfni, við erum auðvitað ríkt landa því við erum útflutningsdrifin þjóð. Við værum ekki rík ef við værum ekki að selja þessar vörur til útlanda, hvort sem að það er hérna sjávarútvegur, orkufrekur iðnaður, ferðaþjónusta og hugvitsdrifin fyrirtæki og lausnir. Og ég vil að við svona fullorðnumst bæði í því og í öryggis og varnarmálum vegna þess að bara því miður þá er heimurinn bara orðinn hættulegur en hann var og ég held að hlutinni verði verri áður en að verða aftur betri og við þurfum bara að vera fullorðin þegar kemur að því. Ég vil vera í sjálfstæðisflokki sem að er hlýr, þú veist, ég vil vera í flokki sem að talar af sko með svona skilning og virðingu og áherslu á það hvað er að vera samfélag
mér finnst við stundum vera hrædd við það að tala upp sko svona hvaða þýðir að búa í samfélagi, þú veist, það sem samvinna og það sem að við einhvern veginn gerum hlutina saman, þú veist, við erum alltaf að leggja áherslu á verðmætasköpun og atvinnulífið. Af hverju erum við að gera það? Af því að við viljum að fólk hafi sko burði og ef það er tilbúið að leggja það á sig að það geti bætt sína stöðu og haft það fínt. Við viljum líka að kakan stækki þannig að hægt sé að gera betur, þú veist, út frá þeim verkefnum sem við segjum að ríkið eigi að sinna. Þú veist, við erum flokkur sem alltaf talað fyrir öflugu velferðarkerfi, en við horfum ekki eingöngu á það hvernig þú getur farið í millifærslur og bótakerfi og skorið kökuna og skiptin á milli og talið okkur vita betur heldur en fólki sem að afla sér þessara peninga hvað að gera við þá, en við höfum alltaf stutta að samfélag, ef við meinum það, við segjum að Ísland sé land tækifæra, þá þýðir það að ríki hefur hlutverki gegna. Það þýðir að þú komist í, þú veist, þú getur aflaði menntunar án þess að þurfa að eiga pening fyrir því eða foreldrar gera það, að þú hefur aðgangað heilbrigðiskerfi, að við séum með þessa svona grundvalla þætti þar sem að, þú veist, löggæsla virkar og samfélagi sé öruggt og friðsælt, en okkur finnst við vera í dag og höfum alltaf verið að sinna verkefnum sem að ríkið þarf ekki að sinna og á ekki að vera að sinna. Og þá er alveg hægt að segja, já, en okkur gerir það ekki í því? Já, vegna þess að við erum alltaf í samstarfi við flokkar sem eru annarra skoðunar. Núna erum við í samstarfi við flokkar sem eru mjög annarra skoðunar og stundum erum við í samstarfi við flokkar sem eru nær okkur, þú veist. Og síðan langar mig að leiða flokk sem er bara, þú veist, sem hagsýn. Og hvað meina ég með því að vera hagsýn? Það bara flokkur sem með raunverulega skýra forgangsröðun. Mér finnst stjórnmálamenn allt of oft þegar þeir tala forgangsröðun, það sem þeir meina bara eitthvað svona endurröðun. Þú veist, það bara endurraða og bæta á eitthvað svona stappa á eitthvað steiftan grunn sem ekki má hrófla við og svo koma ný verkefni, nýjar áskoranir, ný viðfangsefni, nýjar áherslur, nýjar pólitískar áherslur, nýjar beiðnir og það fyrir alltaf ofan á eitthvað grunn sem í staðan fyrir að hafa bara hugrekki og pólitískan kjark til að segja, heyrðu, hluta af þessum steifta grunni eitthvað verkefni sem að þóttu mikilvæg fyrir 40 árum síðan eða 20 árum síðan eða 5 árum síðan áttu kannski alltaf að vera tímabundin eða voru mikilvæg þá, svo hætta þau bara að vera mikilvæg. En það bara einhvern veginn alltaf tilhneiging til þess að láta það bara vera að vera hrófla við því og bæta bara ofan á. Og þegar ég segi, þú veist, að mér finnst ríkið til dæmis að vera með bara svona að einfalda efnahagsreikning ríkisins, maður hljómar kannski mjög leiðilega, en það sem ég meina bara, við erum bara, efnahagsreikningur okkar bara flókin, það bara alltaf mikið á honum. Ríkið á ekki að vera, þú veist, þess vegna segi ég að ríkið eigi ekki að eiga banka eða tryggingafélög eða vera í fjármálsstarfsemi. Við höfum bara að tryggja það reglurnar síðan þarna og svo eru bara aðrir sem geta sinnt því, bæði betur en ríkið og bara aðrir eru færir að gera það. Þú veist, þess vegna segi ég að ríkið eigi ekki verið í einokunarverslun á áfengi af því það bara þarf ekki. Það bara verslunarfrelsi og við bara tryggjum það reglurnar síðan sem eru að vera, svo bara aðrir sem geta sinnt því. Þú veist, við tölum Íslandspóst sem þú veist, aldagamalt konsept og eru þetta allstaðar og ég viðurkenni það algjörlega að það markasbrestur víða land þannig að fólk myndi ekkit fá til sín sendingar eða póst ef að ríki kem ekki að því. Þess vegna segi ég, heyrðu, skilgreinum hvar markasbresturinn tryggjum það að fólk fái til sín póst og pakkasendingar, fólk sem eru á okkur svæðum þar sem að markaðar myndi ekki leysa það, við borgum það en við þurfum ekki að eiga og reka póstinn. Við þurfum ekki að vera með útibúð allt land og höfustöðvar og vera með bundna milljarða, þú veist, í því. Og ef við losum þetta, þá getum við einbytt okkur því sem að þarf að gera hvort sem betur. Ég meina, það engin annar að fara að sinna löggæslu heldur ríkið. Við erum ekki að fara að semja við einhverja einkaaðila að sinna löggæslu. Nei, erfitt. Þú veist, og þá segi ég, heyrðu, eigum þá ekki bara einbytt okkur því sem að ríkið á að gera það bara eins og fólk og leyfa bara öðrum að sinna því. Og það bara alveg sama hvað hver segir, það bara engin annar flokkur sem talar með þetta skýrum hætti það. Þá alltaf hægt að segja, sem að maður heyri sérstaklega núna eftir 7 ári í þessu samstarfi, já, þeir segja þetta bara allt, en þeir eru bara ekki að gera það. Já. Ok, upp að einhverju marki það alveg rétt, en það líka vegna þess að við höfum ekki meiri hluta stuðning til að gera það, en við höfum líka lagt okkur fram og það ótrúlega óspennandi að segja, okkar pólitík snúist því miður að miklu leyti skaðaminnkun. Þú veist, fólk bara, wow, ég ekki að fara en það samt staðan. Það bara staðan. Það þarf viðstöðlaust að vinna því að koma í veg fyrir það að allra handa skattar séu hækkaðir. Það þarf að halda aftur að alls konar útgjaldaaukningu sem bara mikil eftirspurn eftir. Og síðan alveg hægt að, þú veist, benda á atriði, ég meina, við erum búin að vera að selja Íslandsbanka. Og þú veist, mína 6 mánuði í fjármálaráðuneytinu, það var bara algjört forgangsmál
að útbúa næsta pakka, frumvarp, sem að tryggðu það að við myndum halda áfram að gera það. Já. Margir hefðu bara sagt, heyrðu, þetta var nú bara eitthvað bölva vesen hana síðast, við ætlum bara aðeins að kæla þetta því að, þú veist, fólk bara með fyrirvara og svo eitthvað. En ef þú trúir því að ríkið eigi ekki að eiga marga banka, þá heldur áfram að gera það. Þú veist, ég lagði niður stofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Það var ekkit, þú veist, það var ekkit allir til í það. Það var ekkit allir til í það á þinginu. Miðflokkurinn studdaði ekki. Það var ekki, ég veit ekki annars sem hefur lagt niður stofnun og ekki saminað einhverju annari. Þú veist, við höfum einfalda regluverk. Við höfum gert það. Við höfum náttúrulega líka, þú veist, hlaðið á það. Jú. En við höfum einfaldað það. Þau mál sem að ég hef lagt fram sem einföldunarmál, þau hafa ekkit öll fengið stuðning frá stjórnarandstöðunni, ekki heldur mönnum sem að tala digurbarklega um það að það þurfa einfalda regluverk. Af því það alltaf einhver sem á móti því sem verið að gera. Það alltaf þingmaður sem fær símtal fyrir einhver sem segir, herru, þetta hendar mér ekki, ég myndi vilja að þetta ekki klárað og fær ekki í gegn. Af því þú ert alltaf að pota í einhverja sem að hafa einhverja hagsmuni að gæta. Þannig að mér finnst þetta, þú veist, alþjóðlega sinnaður, hlýr og hagsýn. Þú veist, ég ekki búið til nýja stefnu fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en hann auðvitað tekur breytingum bara eftir því hvernig tímanni líða og áslur eru og pólitískt landslag og allt þetta. Þannig að mig langar að leiða flokk sem að getur svona tala til mikils fjölda Íslendinga sem að ég held að uppistöðu til á stærra heldur en við mælumstu skoðanakönnum í dag. Eigi að geta fundið sinn stað í Sjálfstæðisflokknum. Ég meina þú veist, ég valdi Sjálfstæðisflokkinn, sko, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn valdi mig ekki. Ég valdi hana þegar mér fannst engin annar flokkur vera að fanga það sem að skipti mig mestu máli. Það sem að fólk þú veist, frjálst og það ótrúlega merkilegt þessi litlu frelsismál sem fólk segir alltaf, okkur þetta fókus á þessi litlu frelsismál, það hefur ekki öðrum hnöppum að hneppa. Það alveg merkilegt hvað þessi frelsismál gerir fólk brjálað, hvað þau geta verið mikið á móti. Hvort sem að það einhver verslunar frelsi eða bara fólk fá að ráðstafa sínum fjármunum eða fólk fá að vera það sjálft, sko. Ég meina, og það ekki meira innan míns flokks, það ekki allir sem eru alveg, þú veist, heilir í því að fólk fá bara vera eins og það sko. Þú veist, elska eins og það og skilgreina sig eins og því sýnist. Þú veist, bara, ég segja á móti bara, hafð þú ekki áhyggjur af því, sko. Nei. Leiðu bara fólki að finna út í hvernig það getur fundið hamingjuna í lífinu, sko. Lífið alltaf stutt til þess að fólk þurfa að vera eitthvað óhamingjusamt af því að það truflar eitthvað stjórnmálmenn, sko. Mér finnst það bara alveg galið. Þurfum ekki að fá ríki til að segja okkur hvernig við elskum. Sko, úr einu í aðeins annað, ég ætla að halda aðeins áfram að tönglast í henni með þetta frambóð til formans. Sko, þú nefndir þetta aðeins lauslega, hann var 6 mánuði fjármálaráðherra. Sko, sárnaði þér hversu stutt þú fegst að vera fjármálaráðherra og var strax farið aftur í utanríkisráðherrann? Ekki erfitt eða leiðilt að vera henda manni svona milli ráðunni? Já, það allavega gerir það náttúrulega verkum að þegar þú setur mál á dagskrá sem þú ætlar að fylgja eftir og það tekur bara einfallega tíma, að þá þetta, þú veist, var ég búin að setja alls konar mál á dagskrá sem ég ætlaði að klára og gat það ekki af því að ég fór. Og það auðvitað meðan aðri sitja í sínum ráðuneytum og geta einbeitt sig á sínum málflokkum, þá auðvitað það erfiðara þegar þú ert í, þú veist, skamma stund á hverjum stað, sko. En ég hins vegar myndi aldrei vilja skipta út þessari, þú veist, reynslu. Og ég veit alveg að ég meina pólitískt fyrir mig, þá hefði örugglega verið pólitískt sterkara að vera áfram í fjármálaráðuneytinu. Þú veist, þá ertu heima, þú veist, þá ertu í fréttum eiginlega á hverjum degi. Þú ert svolítið að fjalla mál sem að fólk tengir beint við. Ég sé Sigur Inga svona 17 á dag núna, sko. Já, og þegar þú ert í utanríkisráðuneytinu, þá ertu náttúrulega ráðherra, þú veist, utan ríkis. Ég meina, þú bara, það er bara mín stjórnskipulega ábyrgð, þú veist, að passa upp á hagsmuni Íslands í útlöndum og sinna þeim verkefnum og það þýðir náttúrulega að þú ert meira í burtu og þú ert að fjalla málaflokka sem að fólk tengir öðruvísi við og bara minna, þú veist, það er bara, og við sérstaklega hér, ég meina utanríkismál sérstaklega núna þegar að hlutinir eru eins og þeir eru, þú veist, utanríkismál eru miklu stærri þáttur af innanlandspólitík bara allstaðar í kringum okkar heldur en það er hér, sko. Já. Og það er alveg, þú veist, mér finnst það alveg umhugsunarvert þó að ég skilja alveg að staða okkar er önnur heldur en ýmis annarra, ég meina við erum eyja og við erum lengri burtu og allt það. En þú veist, mér finnst við þurfa að svona skilja betur hvað er raunverulega að gerast og hvað er undir og hvernig hlutinni geta
farið sko, af því það bara Já, ekki bjart sko. nei. En þegar að þið var tilkynnt að var aftur á nuttur sem reyndar bara frábær ráðandi til að vera í hringdur í Bjarna og sagðir, really, búin að vera hann í korter. Nei, ég ger það nú ekki. Ég meina það, ég líka bara þú veist, ég bara vinn mína vinnu sko. Já. Þú veist, ég bara mæti í það starf sem að mér falið og sinni því bara eftir bestu getu og ég get alveg sagt, ég meina þessi 2 ár sem ég var í utanríkisráðuneytinu áður en ég fór í fjármálaráðuneytið, þú veist, þetta voru mest gefandi 2 ár bara sem ég hef lifað sko. Og þegar ég kom inn í ráðuneyti fyrst þá hugsaði ég, hvernig get ég einhvern veginn sett mark mitt á þetta embætti. Þú veist, ég var að taka við af samflokksmanni sem var búin að sinna vinnunni vel, tóku í góðu búi og þú veist, þetta utanríkismál sem einhvern veginn Íslendingar hafa ekkert svo mikinn áhuga á. Þú veist, það ekkert hvað eitthvað stórt hér að gerast sko, ég meina við erum ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu, það engar byltingar einhvern veginn í utanríkismálum, svo bara gerðust hlutir, þú veist. Já. Og það að fá að tala fyrir sko hagsmunum Íslands, að vera andlit og rödd Íslands í útlöndum, þú veist, ég tek því bara, sumum finnst ég taka því of alvarlega, en það, ég ætla bara, ég skal þá bara óna það, þú veist, ég tek því bara mjög alvarlega og ég hef lagt mig mjög fram við það að gera það af sóma, þannig að eftir því tekið hvað Ísland segir og gerir og við tökum ábyrgð okkar alvarlega og ég gerir það, þó ég taki mig ekki alvarlega sjálfa, þá tek ég störf mín alvarlega. Þannig að þú veist, ég bara, ég meina ef ykkur hefði sagt við 16 ára Dísu að þetta væri það sem ég fengi að gera þegar ég verið hann stór sko, þú veist, ég hefði aldrei trúað því, þannig að það að vera flakk á milli ráðuneyta, þú veist, það alveg hægt að finna einhverja galla við það, en það líka bara hægt að segja, þú veist, hvaða brjáluðu tækifæri fær maður til þess að láta gott að sér leiða og hafa áhrif á íslenskt samfélag og beita sinni dómgreind og læra hratt og þú veist, hlusta á fólk sem eru sérfræðingur því sem það eru að gera og þú veist, það bara algjörlega meira háttar sko. Já, það líklega til verið hlutur í heiminum þeir hugsaðu þá einn góð sem að koma frá aðsendur, ég held ég meira að segja að best skákmaður Íslands Hjörvar Steinn sem núna að gera allt basically heilin og baka gulla þetta hvað það sem þú sér mest eftir að hafa ekki gert á þínu tíma sem fjármálaráðherra? Sem ég hef ekki gert sko, ég náttúrulega var, þú veist, ég var að taka ákvarðanir sem hefði þurft meiri tíma varðandi ÁTFR, varðandi póstinn, þú veist, við smíðum frumvarpi fyrir Íslandsbanka, svo bara þurft að mæla fyrir því og það gerist síðan. Íbúðalánasjóður líka, ég meina við klárum það frumvarp en þú veist, það ekki búið að leysa það. Ég náttúrulega steig inn í þetta TM-mál sem að sumum fannst gott og öðrum fannst vont og svo það nota gegn mér að hafa ekki geta einhvern veginn fyllt í eftir, en þú veist, það bara, þannig var bara tímalínan. Mér finnst náttúrulega sko þurfa að setja á dagskrá lögum opinbera starfsmenn. Já. Og ég var ekki búin að einhvern veginn setja það rækilega á dagskrá vegna þess að við vorum eða vegna þess að aðilar vinnumarkaðarins voru í miðjum kjarasamningum og okkar einhvern veginn aðkoma að því var náttúrulega bara gríðarlega mikil, þannig að það svona það réðist að því, þú veist, að ég gerði það ekki en ég hefði viljað geta komið með eitthvað svona eitthvað statement, þú veist, með það, eitthvað svona yfirlýsingu, geta sett það á dagskrá, þannig að það væri erfitt að bakka frá því, þú veist, það væri komið á dagskrá. Það var margt í pípunum. Já, ég myndi örugglega nefna það sko. Já, vel það gert. hefur verið ágætt að geta svona byrjað að upplöra því. Talum frá einu annað, ég afvega liti umræðuna þetta, ég hef ekki að gera en sko, mér langar að vitna í frábært viðtal sem að Þórdís var í daginn sem ég horfði á, hlustaði ekki á Sprengisandi. Hvað er það til að horfa á þennan þátt líka? Já, við erum á YouTube, mér finnst það oft gleymast í umræðinni sko. Erum líklega í mynda á Spotify líka? Já, og Spotify og YouTube. Þar náttúrulega bara tilkynnur að þú ætlir að bjóða þig fram til formans eins og þú ert að gera hér hjá okkur svo degi setna þá allir kemur já, ég ætla einingum að bjóða mig fram með Bjarni hættir hringdi Bjarni í þetta þátt en ekki sáttur hvernig er það? Nei, alls ekki nei, spurning Morgunblaðsins var, þú veist, ef myndirðu fara gegn Bjarna já, ok sko,
þú veist, ég segi bara þetta á bara allt saman eftir að koma í ljós. Mér finnst bara skipta máli ef að fólk í ykkur vafa það, hvort að ég sé tilbúin til þess að leiða Sjálfstæðisflokkinn, þá vil ég bara eyða þeim vafa. Þú veist, ég vil bara það sé alveg skýrt. Eins og ég sagði hann, ég er búin að vera varaformaður í 6 ár. Ég vissi ekkert hvað það myndi þýða í tíma eða rúmi þegar ég bauð mig fram í það. Þú veist, ég hef aldrei verið með Excel-skjal eða skrifað línur það hvernig þessi ferill sem einhvern veginn byrjaði, þú veist, í hvað röð hann ætti að vera, hvað myndi gerast. Þú veist, ég hef bara almennt verið í ágætis flæði í mínu lífi og það sem ég bara lagt áherslu á að vinna vinnuna mína, þú veist, týna ekki sjálfur mér, vera ég sjálf, treysta minni dómgreind en hafa vit á því að hlusta á fólk sem að veit meira en ég alls konar mál til þess að ég geti tekið sem bestar ákvarðanir. Hvenar, þú veist, í hvaða röð, með hvaða hætti þetta allt saman gerist, þú veist, það bara verður tíminn svolítið að leiða í ljós. Mér bara umhugað það að fólk þurfi ekki að efast það að ég sé sko tilbúin. Nei. Þú veist, að ég veit ekki hvert ég myndi vilja taka flokkinn, þú veist, að ég veit ekki hvaða tækifæri eru fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þar með fyrir íslenskt samfélag að Sjálfstæðisflokkurinn sé sko sterkur flokkur, þú veist, sem að nær talsambandi og hlustun við miklu fleira fólk heldur en það gerir í dag. Og ég bara sannfærð að ég geti gert gagn þar. En síðan veit ég líka að það ekkit bara mín ákvörðun. Þú veist, það eru þetta landsfundur sem að velur sér forystu og ég verð ekki formaður nema þau sem að mæta á landsfund og eru trúnaðarmenn flokksins treysti mér í það verkefni og þá skiptir bara líka máli að það svona sé skýrt að þú veist, það eru þetta ákveðnar áherslur sem að ég bara legg áherslu á og hef gert í mínum störfum undanfarin 8 ár og myndi gera sem formaður í Sjálfstæðisflokknum. Og ég hef bara lagt áherslu á það að þegar fólk, hvort sem að ég sæki tækifæri eða fæ tækifæri eða hvað, að enginn sem að veitir mér tækifæri til þess að taka ábyrgð af alvöru og hafa áhrif, þurfum við að sjá eftir því. Já. En þú veist, svona, öðru leiti fyrst með svolítið vera eitthvað svona spurningar svona dálítið í viðtekingarhætti og ég held bara einhvern veginn að tíminn bara muni leiða það í ljós. Mitt verkefni að finna tíma á milli þess sem að ég í útlöndum að eiga samtöl við bæði okkar fólk, okkar trúnaða fólk og flokksfólk, en líka fólk sem að, þú veist, mætir ekki á laugardagsfundi og á ekki endilega setur rétt á landsfundi. Að þau viti líka hvað það myndi fela í sér ef að ég fengi tækifæri til þess að leiða flokkina, því að ég finna að það mjög margt fólk úti sem að getur hugsað sér að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Til þess að gera Ísland betra. Þá verði ég að koma eina loka spurningu í viðtekingarhætti. Þannig að þú útilokar ekki að fara á móti Bjarna ef hann myndi að vera áfram. Ég hef bara ekki áhyggjur því að þetta muni ekki skýrast þannig að þessi spurning, þú veist, verði ekki relevant þegar það kemur. Algjörlega. Þá kannski bara til að slúta þessar umræðu, þið verðið samt, þið Sjálfstæðisflokkurinn, þið verðið að fara að taka ákvörðun. Bjarni var í góðu viðtali á Heimi í dag, Kristrún búin að hafa 2 ár að undirbúa sinn flokk og hún fer með heiminskautum. Það alveg ennþá góðu möguleiki að vera kosið næsta vor, ekki næsta haust. Ég meina, við getum ekki látið segjum sem svo að Bjarni hættir að þá febrúar, þetta bara nokkra vikur, þetta alltaf lítið tími eða hvað? Já, þetta allavega mjög skammur tími og mér finnst samt alltaf einhvern veginn fegurðin við pólitíkina samt líka hvað hún óbúslega lifandi. Þú veist, auðvitað þarftu að skilja trend og þú veist að lesa í það hvað fólk að hugsa, hvað að leggja áherslu á, hver þú veist, ásýnd og ímynd og hughrif, þú veist, einhvern veginn af flokknum og allt það. En fegurðin við pólitíkin bara, hún svo lifandi að það hægt að, þú veist, þegar þú brýtur upp leikinn og breytir einhvern veginn leikkerfi og stöðu, þá bara svo margt sem hægt að gera, og þegar kemur að því að þú veist, boða til kosninga og við förum í kosningabaráttu, þá skiptir bara máli að við leggjum það á borðið, þú veist, fyrir hvað við stöndum, hvað við ætlum að gera. Ég meina, mér finnst skipta máli að komi skýrt fram að ég tel það grundvallaratriði að næsta ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn sæti í sé með svona borgarlega þengjandi öflum, þú veist, og mér finnst synd hvað borgarlega þengjandi stjórnmálamenn í mörgum flokkum,
þú veist, Já, og eitt að þeir séu í mörgum flokkum en annað það, að því við erum ekki með blokkir hérna á Íslandi eins og bara mjög víða. nei, var það ekki bara fínt að taka það upp eða? Sko, það væri allavega svar við þeirri gagnrýni að þegar fólk segir, þú veist, ég kýs eitthvað og svo veit ég ekkert hvað ég fæ. Nei, Þú veist, af því að það getur haft svo mikil áhrif með hverjum flokkur sem þú kýst ákveður að vinna. En það dálítið snúið að sko taka af skarið og tala fyrir því að búti blokk vegna þess að ef að einn flokkur gerir það en hinir sem ættu heimi þeirri blokk gera það ekki, þú veist, þá eru þeir einhvern veginn geta spila með báðum liðum en þú ert svolítið búin að binda til þess að gera það ekki, þannig að það þarf svolítið að vera sameiginlega ákvörðun sko og þú veist, það alveg eitthvað til að ræða að það séu hérna blokkir en svo getum við líka alveg hugsað tilbaka, ég meina 2017 var mikil eftirspurn raunveruleg, þó fólk sé kannski búið að gleyma því, raunveruleg eftirspurn eftir stjórnarsamstarfi eins og það sem ennþá núna. Þú veist, 2017 var það þannig, við vorum stærst, sá formaður sem hafði naut mest trausts í íslensku samfélagi til að vera forsætisráðherra var Katrín og það hafði mikið gengið á allt það og við vorum með bara mjög svona skilgreind verkefni sem við vorum tilbúin að fara í saman og framan af, þú veist, það bara gekk mjög vel og ef við værum með blokkir þá hefði það ekki verið hægt og þú veist þannig að það er kostur og gallar við þetta allt saman en það er örugglega einhver ástæða fyrir því að löndin í kringum okkur eru með blokkir þar sem að þú ert svolítið að kjósa þá þú veist, bláa blokk eða rauða blokk og veist svona svolítið hvað þú færð og kannski þróast okkar pólitík þannig eða ekki, ég veit ekki menna það er ekki langt sem vorum með 4 flokk á þingi og núna eru þeir 8. Já, en þá kannski þó við séum ekki með blokkirnar þá allavega kannski segjum sem svo ef að þú er næsti formaður að þá svona eiga kjósendur að vita hvert þú myndir vilja horfa allavega fyrst. Já, algjörlega. Já, algjörlega. Klart. Já, ekki spurning, lífið það er óútreiknanlegt. Já, rétt þér. Það er í mörg horn að líta. Mér langar að taka eitt af mig. Já. Fyrirtæki, ef þú ert að stækka eða minnka við ykkur, flytja út við ykkar rekstrasvið. Viltu að vera að pæli í hvort tryggingarna þeirna séu réttar eða hvort þú eru að breyta þeim? Viltu ekki bara hafa eitthvað í þessu fyrir þig? Þú vilt bara tala við TM. Þú vilt bara tala við TM. Og það er bara á við í, sko, ef þú ert í vafa, heyrið í þeim. Já. Af því að þeir eru með allt upp á 10. Og ef þú ert ekki hjá þeim, ríðið í gang. Efstir ánægðunni, ár eftir ár. Þeir eru einfallega bestir. Sko, orkumálin. Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft orkumálinu sinni könnu núna frá 2013. All lengi. Við erum enga síður á mjög alvarlegum stað hvað varðar orkubúskap sko maður spyr sig að því að maður hefði nú haldið að sjálfstæðisflokkurinn væri kannski prófið þessum efnum en skiptir engum máli hverju við stjórnvölum þar? Góð spurning. Sko, já, þetta er góð spurning. Ég myndi segja, sko, þegar við vorum að mynda ríkisstjórn 2017 þá voru þessi mál auðvitað rædd og það er þú veist, það er eiginlega þessi mál skattamál, útlendingamál sem hafa alla tíð, þú veist, öll þessi ár verið svona erfiðust í þessu stjórnarsamstarfi og 2017 þá tókum við eiginlega bara meðvita ákvörðun að einbytta okkur að flutningskerfi raforku, semst ekki orkuöflun heldur flutningskerfi raforku, meðal annars vegna þess að hitt samtali var bara mjög flókið og það var held ég bara alveg allt í lagi þá vegna þess að það þurfti mjög verulega að bæta flutningskerfi raforku sem bara gengur út á það sé hægt að flytja orkun á milli landshluta og við höfum gert það með bara stórum framkvæmdum á stórum flutningslínum sem að hafa skipt gríðarlega miklu máli. Þegar að sagt er sko sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið orkumálum, en ég held orkumálum í 5 ár og það er auðvitað ástæða fyrir því að þegar við myndum þessa ríkisstjórn núna síðast að þá lögðum við höfuð áherslu á það að setja málaflokkana aftur saman eins og þeir voru fyrir 2013 áður en að þegar vinstristjórnin tók við 2009 þá tók hún í sundur orkumálin og umhverfismálin. Þau voru alltaf saman og þau voru ekki sett aftur saman fyrir 2021. Þannig að þegar ég var með orkumálin þá var ég var með orkumálin, raforkulögin heyrðu undir mig, orkustofnun heyrðu undir mig, við gerðum orkustefnu fyrir Ísland í fyrsta skipti í sögunni sem var löngu komin tími til. En ég var ekki með, þú veist, eignarhaldið er í fjármálaráðuneytinu, stjórnirnar eru skipaðar þá á fjármálaráðherra, rammaáætlun var í umhverfisráðuneytinu, vindorkupælingarnar voru í umhverfisráðuneytinu, friðanirnar voru í umhverfisráðuneytinu, þannig að verkfærin í orkumálum voru raunin í öðru ráðuneyti heldur en í ráðuneyti orkumála. Klók voru þau.
klók voru þau og þannig að þú veist, mér finnst bara mikilvægt að halda svona því til haga, þú veist, að þetta og þá voru þetta Vinstri græn með umhverfismálin. Og við höfum haldið því mjög á lofti að við myndum enda í ógöngum ef við myndum ekki framleiða meira af orku og ef þú tekur, þess vegna mér fundist sko, þegar flokkar svona tala mikið loftslagsmál. Það bara mjög mikill munur því að tala fyrir umhverfisvernd og orkuskiptum. Vegna þess að ef að þú tala fyrir orkuskiptum, þá ertu að segja að þú viljir hætta eða minnka notkun jarðefnaeldsneytis og nota aðra orkukosti í staðinn. Og ef að þú vilt að þeir orkukosti séu grænir og endurnýjanlegir, að þá þýðir það að þú sækir þá orkukosti með því að raska náttúrunni. Hvort sem að það með jarðvarmavirkjun eða vatnsaflsvirkjun eða vindorku eða hvað. Þannig að þú getur ekki verið heilagur í náttúruverndinni því lengra sem þú gengur í því minna ertu þá tilbúin að raska náttúrun til þess að framleiða orku. Þess vegna finnst mér fólk þurfa að vera heiðarlegt í því hvort, ég ekki að segja þú getur ekki að þetta fari ekki einhverju leyti saman, en hvort ertu að leggja höfuð áherslu á náttúruvernd og vilt það bara venda náttúrun eins og hún og líffræðilegan fjölbreytileika sem gríðarlega mikilvægur og allt þetta, eða ertu tilbúin að raska náttúrunni til þess að framleiða endurnýjanlega orku til þess að geta skiptin út fyrir jarðefnaeldsneyti. Því að sumir eiginlega meina sko, já við viljum bara minnka notkun jarðefnaeldsneytis að því við viljum bara minnka bara neyslu. Já. Það ekki leið okkar og mér fannst áhugavert að í kosningunum 2017 þá eiginlega átti sjálfstæðisflokkurinn bara töluvera samleið með sko græningum í Þýskalandi. Já. Að því að græningjar voru með loftslags áherslu en töluðu raunir fyrir því að þá þyrfti endurnýjanlega orku, það þyrfti nýsköpun, það þyrfti fjárfestingu í tækni og það væri ekki að leysa þetta eingöngu með náttúruvernd, minni bara orkunotkun heilt yfir að þess að nokkuð kemur í staðinn og með búðum og börnum og hærri sköttum. Þannig að það skiptir máli og við höfum lagt mikla áherslu á þetta núna þessu kjörtímabili, það skiptir máli hverjir eru með málaflokkin, en fyrir mér aðalatrið að ef þú ætlar raunverulega í orkuskipti og að fjölga fólki á Íslandi og að auka verðmætasköpun og útflutning og gjaldeyristekjum, þá þarftu bara meira af orku og ef þú vilt hún sé græn þá þýðir það bara að þú ætlar að raska náttúru til þess að gera það. Við höfum auðvitað lært margt, við röskum henni minna heldur við gerðum áður, við förum í mótvægisaðgerðir og reynum að minnka öll umhverfisáhrif og allt það. En við erum í dag ennþá að flytja inn olíu frá vinum okkar í Noregi fyrir svona 100 milljarða króna. Og alveg óháð öllu, einhverju losun og öllu því dóti, sko. Bara jafnvel áttu tækjum það allt til hliðar. Það efnahagslega skynsamlegt fyrir Ísland að hætta að flytja inn, að hluta til öllu leyti þegar það mögulegt, sem ekki mögulegt í dag og ég veit ekki hvernig það verður mögulegt, olíu fyrir 100 milljarða af okkar gjaldeyri og framleiða freka sjálf. Það bara efnahagslega skynsamlegt að framleiða okkar vöru sjálf og nota gjaldeyristekjur í eitthvað annað. En þá verðum við líka að vera tilbúin til að gera það og þess vegna finnst mér að hluta til þessi loftslagsumræða vera komin út í ykkur ógöngur þegar að við erum með ótrúlega metnaðarfull markmið og eigum ekki vöruna sem á að koma í staðinn, erum ekki tilbúin að gera það sem þarf til þess að svo vara setja staðar sem á að koma í staðinn hér á Íslandi og áherslan á og verður að vera á tækniframfarir og nýsköpun. Við leysum þetta ekki öðru vísi og það ekki hægt að segja við geira eða hvort sem það eru flugvélar eða hvað það að þau að hætta að menga og fara í eitthvað annað þegar tæknin ekki tilbúin. Við munum ekki ein hér segja, við erum búin að leysa flugvélavandann. Það mun ekki gerast fyrir einhver stærri lönd og stærri kraftar finna annarkvort út úr því eða framleiða orku í slíku magni að það hægt að fara í einhverja valkosti og þangað til þá ekki hægt að í rauninni skamma eða skattleggja einhver fyrirtæki í drep að því þau eru að nota, að því þau eru að menga ef þau geta í rauninni ekki skipt yfir. Svo finnst mér líka, eins og í sjávarútvegi, það eru líka alls konar fjárfestingar sem að bara gera það verkum að þú getur minnkað olíunótkunna verulega. Þú getur alveg minnkað losun
það er ekki bara að þú ætlar annarkvort að halda áfram að nota olíu eða fara í annan orkukost. Já. Það er líka hægt að halda áfram að nota olíu en bara nota tæknin til þess að þurfa að nota miklu minna af henni, sem aftur er þá líka bara efnaðslega skynsamlegt vegna þess að olían er dýr og hún rífur mjög í hjá til að mynda sjávarútvegi. Þannig að mér veist einhvern veginn nálgunin að vera þarna í þessum loftslagsmálum og jú, það skiptir máli. Þetta hefur tekið of langan tíma og ég hrædd að við munum þurfa að súpa seiðið af því, en sem betur fyrir núna erum við að tala um vindorku sem að tekur töluvert skemmri tíma að afla og búa til heldur en með vatnsafli, og vindorkan er líka bara, ég veit, þú veist, það er alveg merkilegt, það eru margir sem eru bara líka móti vindorku, finnst þessi staurar ljótir og vil ekki aðra áhrif á fugla og eitthvað, en ég segi bara, sko, fyrir land sem er ekki einu svona tengt við útlönd með einangrað raforkukerfi og byggir að meginstefni til á vatnsaflsvirkjunum, þá skiptir máli að vera með vindorku til þess að jafna það út. Þú getur nýtt vatnsaflið miklu betur ef þú ert með vindinn á móti. Að því við erum í dag, að því við erum ekki tengt, þá komum við orkun okkar ekkert út, að við erum í rauninni með eitthvað svona lögmætt brottkast, þar sem að það bara fellur yfir og rennur bara út í sjó, í rauninni raforka sem hægt væri að virkja, upp á nokkra milljarða á ári, sko, sem við erum í rauninni bara með einhverjum hætti, það er að segja við sem að sóa. Og vindurinn gæti bæta mjög og hjálpa okkur að nýta það. Og má kannski bæta því við Heiða Guðjóns var í góðu viðtali á Bítin í morgun sem var að tala um að út af þessum orkuskorti sem að Landsnet held ég komið bara í gær, að þá erum við að horfa fram á orkuskort og sko það var könnun sem var gerð í morgun, 97% af þjóðinni er sammálið að þurfa að virkja meira, þannig að þetta er ansi háar minnihluti þessi 3%, og Heiðar talaði bara um að ef heldur fram sem horfir að þá er raforku verið að fara að hækka á Íslandi 50-100% bara næstu árum, og ég vona bara kjósendur viti þetta. Já, ég meina lögmál framboðs og eftirspurnar á við í raforkukerfinu eins annars staðar og maður heyri að því núna er verið að svona vinna því að koma á einhverjum svona funkurandi fullorðnum markaði með raforku sem að mjög margir er ennþá á móti og segja bara að við eigum ekkert að gera það, og maður segir já, sko, það er nú reyndar bara 20 ár síðan að við ákveðum að vera með þannig leikkerfi, sko. Þannig að þú veist, það skip sildi fyrir bara óbærslega löngu síðan. Þannig að ég, mér finnst þetta bara einhvern veginn, ég meina ekkert samfélag eigur lífskjör sín svo einhverju skipti án þess að orka sér þar á bakvið, sko. Það er bara... En ertu að, segjum einhver sem kýs ekki sjálfstæðarflokkinn er að hlusta á því núna, finnst þú verið að fría sjálfstæðarflokkinn frá ábyrgð í þessu, eða hvað finnst þér? Sko, já, ég meina, það eru ákveðni málaflokkar sem að hafa, ég ætla ekki að segja kannski liði fyrir það, en þú veist, þetta samstarf hefur gert það verkum að það er mjög margt sem við höfum náð árangri og við höfum getað leyst alls konar flókin mál sem ég held í alvöruna hefði verið miklu erfiðar að leysa ef við höfum ekki verið í þessu samstarfi. Já, lágmarka skaðan. Já, bæði lágmarka skaðan en líka bara fundið lendingu í málum sem að við höfum getað gert vegna þess að til að mynda Vinstri græn voru með okkur, þú veist, þau njóta trausts og trúveruleika hjá ákveðnu baklandi og ákveðnum hópum sem gera það verkum að við höfum getað, þú veist, tekið okkur ákvarðanir. En í raforkumálum, þá er það bara, og í orkuframleiðslu og aukinu orkuvinnslu, það er málaflokkur sem að hefur allatíð verið mjög þungur og viðkvæmur og flókin í þessu samstarfi. Þannig að í ykkur allt öðru samstarfi, þá hefðu örugglega, þú veist, einhverjar aðrar ákvarðanir verið teknar og við værum mögulega á einhverjum öðrum stað. En það er bara, það er bara eins og þeir og þau geta sannarlega komið með sína hlið á þessu og tala upp mál þar sem þau segja, já, ef við bara hefðum ekki verið að vinna með sjálfstæðarflokknum þá værum við miklu lengra komin með, þú veist, A, B, C, D, þannig að ég er ekkert að, þú veist, það gengur í báðar áttir, sko. Þannig ég myndi ekki segja við varum endilega, þú veist, ég myndi ekki segja ég væri sko fría sjálfstæðarflokkin ábyrgð á því, en það hefur bara legið fyrir alltaf að, þú veist, þetta er bara einn af örfám málaflokkum sem eru hvað allra erfiðastir í þessu samstarfi, sko. Klart. Ekki spurning. Eitt sem ég velti fyrir mér, að því vorum að tala um sko, skuldbindingar sem að við skrifum undir, sáttmálar og annað, París, Kyoto, fleira og síðan bara alls konar í tengslu við Evrópusambandi, sko, og ES er gæt að því að við höfum fengið fleiri og fleiri til okkar, Birgir hjá Play, Heiðrún hjá Sjávarútveginum, þú veist, það er búið að skrifa undir einhver markmið og sáttmála sem að gera ráð fyrir að við okkur flegi fram tæknilega alveg gríðarlega, eitthvað sem að við er gjörsamlega
utan okkar valdasviðs, valdsviðs. Er einhver hliðstæð? Getum við sleppt í að skrifa undir þetta? Er þetta eitthvað, þú veist, er þetta eitthvað debatt sem við getum átt? Þurfum við bara að skrifa undir en að 2040 já. Sko, við náttúrulega stuttasvarið bara við getum gert það sem við viljum. Við getum gert það sem við viljum. Við getum bara tekið ákvörðun sem við viljum. Það er bara spurning, þú veist, hvaða þýðingu hefur það, hvað afleiðingar kann það hafa eða hvaða þýðingu hefur það fyrir til að mynda okkar samkeppnishæfni. Sko, ég meina, þú veist, Kyoto er náttúrulega bara búið að gera upp og er farið. Parísarsamkomulagið, þar voru náttúrulega bara í rauninni allar þjóðir sem, þú veist, vilja taka sér alvarlega voru hluti af því. En síðan höfum við alveg í einhverjum tilfellum, þú veist, tekið ákvörðun að ganga lengra og eitthvað svona, eins og svo sem bara margar aðrar þjóðir. Ég held alveg að þetta muni finna svona eitthvað jafnvægi. Þú veist, ég get alveg sagt fyrir mig, af því að ég var nú að lesa bókundaginn sem að gekk út á það að maður þurfa að endurhugsa alls konar og maður þurfa að vera óhræddur við að gera það. Þú veist, ég held fyrir nokkrum árum síðan að orkuskipti myndu ganga hraðar og betur fyrir sig, ekki bara í Íslandi, ég er meina kannski svona í löndunum kringum okkur sem myndi hafa raunverulega áhrif á það hvernig okkur myndi ganga. Þú veist, til að mynda, við getum alveg sagt, já, við ætlum að setja okkur markmið að vera allar rafbílum. Já, gott hjá ykkur sko, en þið gerir það náttúrulega ekki nema, þú veist, þessi önnur lönd sem að framleiða nóg mikið af rafbílum, skilur við erum ekki að framleiða rafbíla. Sama með ykkur svona grundvalla tækni og, þú veist, flugvéla eldsneyti. Það fer eftir því hvað aðrir ákveða hversu raunhæft það er fyrir okkur. Þegar það verður raunhæft að hætta að nota jarðefnaeldsneyti, þá segi ég þá Ísland þarf að vera fremst í flokki vegna þess að make sense fyrir Ísland. Það er efnahagslega skynsamlegt fyrir Ísland. Ef það make sense fyrir eitthvað land, þá er Ísland þar mjög ofarlega á lista. Þannig að, þú veist, við auðvitað getum gert það sem við viljum. Ég held að þetta muni finna eitthvað jafnvægi. Ég held að lönd muni aðeins endurskoða og svona aðeins koma sér niður á jörðinum það hvað er umverulega raunhæft. Og ég held til að mynda að Evrópukostingarnar til Evrópuþingsins núna síðast hafi verið ákveðið svona varúðarmerki til alls konar svona mainstream flokka þar sem að fólk er bara svolítið að segja, heyrðu, við erum ekki alveg að kaupa það að þetta sé allt saman raunhæft sem þeir að segja. Við erum ekki alveg að kaupa það að þeir séu með skotelt plan það hvernig ætla að ná þessu, af því ég held að löndin almennt séu ekki með skotelt plan hvernig ætla að ná þessu. Og fólk er að segja, heyrðu, ég er ekki tilbúin að þurfa að hækka minn svona daglega kostnað, þú veist, á milli mánaða mjög verulega til þess að ná þessum markmiðum. Og ef að Evrópulönd er að hugsa þetta, hvað halda menn að fólk sem að býr í sko fátækari löndum, þar sem að þau bara dreymir að geta komið börnunum síndum manns, hvað halda menn að þau séu tilbúin að gera fyrir eitthvað verkefni sem er í rauninni ekki eins og þeim að kenna heldur er þessi mikla aukna losun, þú veist, ríkulöndunum, þau hafa miklu meiri þátt í heldur en nokkuð tíman, þú veist, Afrika og ekki neitt í því, Suður-Ameríka, þú veist, minna og svo framvegis. Þannig að ég held að það þurfi svo litla svona veruleika tengingu í þetta og ég held að á alþjóðasviðinu muni þetta líka taka, veist, ég held að þessar skuldbindingar og svona þetta muni taka með því, en svo þurfum við þetta bara átt okkur því að hverju sem fólk trúir og út af hverju loftslagsbreytingar eru og alls konar kenningar það sko, það breytir ekki að þessar breytingar eru að eiga sér stað og það er að gera það verkum að við erum til að mynda að leggja meira og meira áherslu á það í okkar þróunarsamvinnu að setja fjármuni í svoleiðis verkefni. Ekki bara, þú veist, ykkur orkuskipti og eitthvað í Afríku, enda því sums staðar ekkert að tala um orkuskipta því þau bara hafa ekki eins og orkun yfir höfuð. Nei. Heldur líka bara í þessa svona aðlugun. Þú veist, þessar breytingar eru eiga sér stað. Þær eru að koma mjög harkalega niður á ákveðnum svæðum í Afríku sem fólk gerði ekkert til þess að, þú veist, þá engan þátt í því að þetta er að gerast. Og þú veist, það er uppskyrubrestur og þurrkar og alls konar. Og ef að við hjálpum ekki til við að gera þeim einhvern kleift að aðlegast því, þá auðvitað bara rís þetta fólk upp og gengur á stað og fer eitthvað annað. Þannig að það sem að mér finnst dálítið merkilegt, hvort sem við erum að tala um loftslagsmál, alþjóðlegar skuldbindingar, útlendingamál, alþjóðlegar skuldbindingar, öryggis- og varnarmál, alþjóðlegar skuldbindingar, það bara, og maður finnur það bara á þessum fundum sem maður er að fara á. Þú veist, ég var að funda með þróunarsamvinnu ráðherrum, bara í gær. Ég hef aldrei setið þróunarsamvinnu ráðherrafund sem var eins pólitískur og þessi. Já. Af því að þegar að það verður skjálfti, þú veist, og bara heimurinn er dálítið svona hristast, þá hristist allt og þá fer allt að vera til dæmis geopólitískt. Loftslagsmál eru geopólitísk, útlendingamál eru geopólitísk, öryggis og varnarmál eru geopólitísk.
efnaðslegt öryggi þjóða. Þú veist, við erum alltaf að tala um bara einhverju fríverslunarsamninga og utanríkisviðskipti við önnur lönd og eitthvað svona. Núna eru þjóðir í miklu meira mæli að hugsa, herru býtu, hvað þetta fer allt í skrúna? Hvernig er ég búin að tryggja mína hagsmuni? Þannig að, þú veist, þessi, hvort það er Parísarsamkomulag eða eitthvað annað, ég held að þetta muni bara alltaf lítið þróast og mögulega taka bara einhverjum breytingum í breyttum heimi. Við erum líka bara með þjóðir sem ætluðu sér að setja ógeðslega mikið pening í alls konar loftslagsmál. Þau eru bara allt í einu að sturta peningum í varnarmála því að þú veist, það er bara land sem er að hóta því að þú veist, vera með einhverja nýlendustefnu hérna ekkert bara í einu landi heldur bara mörgum. Og fólk fer bara að hafa ágjör og þarf að fara í vopnaframleiðslu og alls konar útgjöld og þú getur ekki notað þær krónur þá líka í hitt. Nei. Og þegar það allt í einu ratar upp, þú veist, forgangslistan, bara byrju hvert öryggi þjóðar, þá þetta setur upp pening í það. Og þá hefur það áhrif á skuldbindingar og þar að leiðandi þá alþjóðlega skuldbindingar og eitthvað. Þannig að ég held að sé algjörlega rétt af okkur að vera, þú veist, með í þessu, ég styð það, en við höfum auðvitað að halda því til haga að við erum bara á allt öðrum stað heldur en nánast öll lönd í kringum okkur. Ég meina, öll önnur lönd eru að, þú veist, með mjög mikla losun bara út af því hvernig hita húsin sín. Við erum ekki þar. Nei. Veist, við erum bara komin lengra og ef við höldum ekki til haga og gera það engin fyrir okkur. Nei, klart. Hernaðar og varnarmál á litla Ísland að vera eða meiri fjármunum eða það er þess að einhverjum fjármunum í varnarmál? Alveg klárlega. Sko, ég held að við hér á Íslandi þurfum að átta okkur mjög hratt á því að veröldin er breytt. Og veröldin er ekki breytt af því að Vesturlönd vilja stríð eða af því að Vesturlönd vilja bústa varnar geiran sinn eða eitthvað. Veröldin er breytt vegna þess að stórveldi með nýlendu ambisjónir ákvað að ráðast inn í nágrannaland sitt og fara þar og drepa borgara og stela börnum og nauðga konum og vilja eyða menningu Úkraínu og sem að þeim mun ekki takast að gera. Og eru að stunda sko fjölþáttaógnir í Evrópulöndum, þú veist, ekki bara í ykkur einu landi heldur bara mörgum, hvort sem að það eru netárásir eða allskins fjölþáttaógnir og við erum ólíkt því sem margir halda, þá er Ísland ekki hlutlaust land. Þú veist, ég er ennþá mjög reglulega hvort sem það eru póstar eða athugasemdir á okkur samfélagsmiðlum eða jafnvel lesa greinar þar sem að menn eru að halda því fram að því að við erum eins og Sviss að þá hefur við ekki að gera hitt og þetta. Það er bara grundvalla miskilningur sko. Við erum bara ekkert eins og Sviss. Við höfum ekki verið hlutlaus síðan að bara frá því að við gengum inn í Atlantshafsbandalagið. Við erum ekki hlutlaust land. Það er númer 1. Og það erum glötuð í því sko. Já, og ég, þú veist, og mér finnst sko, við sem eigum við að eyða meiri varnarmál, sko, við verjum skammarlega lágum fjárhæðum í varnarmál. Við bara njótum góðs af því eða góðs, ég meina við erum bara þar staðsett að landfræðilega okkar, hún er svo krúsjál fyrir Evrópu og Norður-Ameríku að það verða alltaf hagsmunir bæði Norður-Ameríku og Evrópu að við séum ekki í höndum óvina, af því að ef við værum í höndum óvina þá væri við dálítið eins og skambissa bara, þú veist, á Evrópu og skambissa á Norður-Ameríku. Það má alveg segja við njótum góðs af því, þú veist, að það er ekki gerð, þú veist, það verður einhvern veginn, það er hagsmunir allra hinna að þetta sé svona. En þýðir það sé, þú veist, eru við verðugu bandamaður ef við gerum bara ekki neitt, þú veist, ég segja við þurfum að vera einhvern veginn þáttakandi í þessu og þegar við horfum á löndinni kringum okkur, þá eru þau búin að stór auka útgjöld til varnarmála. Ekki af því að þau vilja það. Þú veist, það er búið að hækka skatta í Íslandi. Það er búið að skera niður í menntakerfi í Finnlandi. Þú veist, þessi lönd eru að stór auka útgjöld til varnarmála sem þau myndu örugglega gjarnan vilja nota í alls konar önnur verkefni. Þú veist, þessi lönd eru líka glíma við húsnæðisvanda og verðbólgu og þú veist, hópa í viðkvæmri stöðu og eldri borgara og þú veist, alls konar almannatryggingakerfi og hvað þetta heitir allt, þú veist. En þegar að menn eru bara settir í þessa röð og sagt bara, þú veist ekki með þetta í lagi, þá bara getur lent í alvöru vandræðum. Þá þarf bara að bregðast við því. Og mér finnst það vera atriði fyrir bara þjóð sem hefur sjálfsvirðingu, veist, er fullvalda og sjálfstæð, að hún sé í alvörunni verðugu bandamaður og í þeim minnsta
sé til dæmis í færum að taka á móti bandamenn sem koma hingað bæði til æfinga, til eftirlits og séu að æfa sig hér til þess að tryggja það að það sé hægt að þú veist, passa upp á bæði okkur en líka upp á svæðið vegna þess að svæðið í kringum okkur líka krúsjál og það þýðir þá að við séum til að mynda á Keflavíkursvæðinu með gistiríkjastuðning þannig að þegar fólk kemur og þá getur það gist í einhverjum rýmum á flugvöllunum að þegar að hvort sem það eru Bandaríkjamenn eða Atlantsbandalagið leggur til að hér þurfa að vera einhver olíubirgðastöð eða einhver bygging með búnaði að því ef að búnaðurinn hér þá viðbragðstími miklu skemmri heldur en hann einhvers staðar í Evrópu og það þarf að koma hann yfir eða hann í Bandaríkjunum og það þarf að koma hann til Evrópu þá finnst mér það bara sjálfsagt að við segjum heyrðu, þú veist, við erum hérna hluti af Atlantshafsbandalaginu, við erum verðugur bandamaður, við gerum það sem að við getum. Við erum auðvitað ekkert að fara að gera eitthvað í samræmi við aðra þjóðir af því við erum ekki með her. Ég meina uppistaðan af kostnaðinum er auðvitað í gegnum það að vera með her og við erum ekki með það. Nei. Við erum ekki með vopna framleiðslu en ég finnst Eigum við að hendi í her eða? Nei, ég held að við höfum ekki ég held að við höfum ekki að hendi í her. Við erum bara svo fá að þú veist, jafnvel þótt fjárveitingavaldi myndi samþykkja það að setja 20 milljarðar til viðbótar í varnarútgjöld á Íslandi þá myndi ég ekki segja að það ætti fyrir að það myndi kosta örugglega meira en það. Þá myndi ég ekki segja að við ættum að nota það í her. Nei. Heldur þá frekari innviðu uppbygginga á Keflavíkursvæðinu. Við erum búin að vera að gera mjög gott mót í netöryggismálum sem að skipta máli því það er ekki eitthvað sem þú framselur til Atlantshafsbandalagsins og segir þið þurfa að passa upp á þetta fyrir okkur. Þetta er bara heimaverkefni hvers og eins ríkis fyrir sig. Við gætum verið með, ég myndi vilja að við værum virkari þáttakendur í þessum svona borgaralegu stöðum. Þú veist, við erum með til að mynda svona ég veit ekki hvað heitir í íslensku, strategic communication, svona borgarlega stöður í Eystrasaltsríkjunum þar sem að við erum með manneskju í hverju landi innan svona sveitar í rauninni með bandalagsríkjum til þess að vinna, þú veist, bara svona upplýsingagjöf og svona viðnámsþrótti og svona fyrir þau ríki. Við gætum fjölgað slíkum stöðum hvort sem það er innan NATO í Brussel eða í Norfolk eða í Eystrasaltsríkjunum eða hvar. Þannig að þú veist, mér finnst við og ég held að við bara munum þurfa að gera meira Við höfum verið að auka varnarútgjöld, fjárfestingar í Keflavík og svo framvegis. Ég held að við munum þurfa að gera meira og ég segi bara, þú veist, ein ástæðan fyrir því að ég legg mig fram við það að rækta tengsl við okkar vini og bandamenn er bara ef versta sviðsmynd raungerist og þó sé ekki versta, bara einhver af þessum verri sviðsmyndum raungerist þá vilt þú eiga þá viltu hafa gott orðspor hjá vinum og bandamönnum. Þú veist, þú vilt vera og þú vilt vera verðugur bandamaður. Þú veist, þú vilt, ég meina við erum í bandalagi þar sem að önnur ríki hafa skuldbundið sig til þess að senda fólk og hætta lífi sínu til þess að passa upp á okkur. Og hvað ætlum við að gera í staðinn? Bara ekkert. Já. Það bara getur ekki verið rétt nálgun, þú veist, af Íslands hálfu. Og ég finn alveg að umræðan er aðeins að breytast. Ég meina, ég fæ bara tölverðan hita og skítaskilaboð og alls konar fyrir það að tala með þeim hætti sem ég geri. Ég er ekki að gera það gamni mínu. Nei. Ég er ekki að gera það til þess að fá high five frá einhverjum í Bandaríkjunum, ef það er það sem að menn ég halda í alvörunni að sé ástæðan. Það eru einhverjum sem halda það? Já, það er alveg einhverjum sem halda það. Að ég vilji fá high five í Brussel eða high five í Bandaríkjunum. Ég ber stjórnskipulega ábyrgð á varnarmálum á Íslandi. Það er bara heljarinnar mál sem ég tek bara mjög alvarlega og ég vil gera það sem ég get og meðan að ég ber það ábyrgð og sinni þessum störfum að við sýnum í verki og bæði í orði og í verki að við tökum okkar hlutverki alvarlega, að við áttum okkur á því að eins og þegar við leiðum kafbátum að koma upp, koma ekki á höfn en koma rétt fyrir utan upp. Áður þurfti alltaf að sigla til Noregs eða þurfti að gera eitthvað, þurfti að koma manneski upp úr bátnum eða að sækja eitthvað eða eitthvað svona. Það var ekkert eitthvað fyrir sumir var kannski ekkert sjálfsagt að fengi að gera það. Mér fannst það vera, því það var raunverulegt framlag til, öryggis sem að kostaði okkur eiginlega ekki neitt en, það snýrist ekki bara það hvort að við værum öruggari ef að kafbátur fengi að koma upp hér. Heldur snýst það hvað við getum lagt fram til þess að svæði sig öruggara. Vegna þess að kafbátur að fara hér í kring til þess að vita hvað er á seiði, neðansjávar og hvað umferð er í gangi.
og ef við ætlum bara alltaf að segja, herðu, nei, þið get ekki komið upp hér, þið eru bara siglað til Noregs, já, þá tekur það nokkra daga, þá er enginn hér að fara, þú veist, þá er enginn hér með eftirlit á meðan. Og þess vegna segi ég, herðu, þið megi koma hér upp, af því það er hlut af okkar framlagi og til þess að einfalda ykkar framlag til þess að tryggja öryggi svæðisins hér í kring. Og auðvitað vona ég að við einhvern veginn förum ekki á þann stað að allt verði mjög vont áður en að verða aftur gott. En það er ótrúlega skrítin tilhugsun að, þú veist, 2022, það er komin 2,5 ár síðan. Þá voru börnin mín, þú veist, 6 ára og 10 ára. Og það var mjög skrítin tilhugsun að horfa á þau, og ég meina ekki persónulega akkur þeim, þú veist, þau eru bara í góðri stöðu hérna á Íslandi. En þessi er kynslóð, einhvern veginn. Og horfa bara að hugsa, herðu, ykkar uppvaxtarár verða kannski bara allt öðru sin mín. Það er ömurlegt, sko. Af því það á ekki að vera þannig. Þú veist, okkar kynslóð lifði bara einhverja svona tíma það sem að okkur var bara sagt, heyrðu, þetta mun aldrei gerast aftur, við erum búin að koma í veg fyrir það, við byggum til rosa flott kerfi og við erum öll hérna vinir og Evrópu bjóð til Evrópusamband og þú veist, eitthvað svona. Svo bara gerist það. Og ég ætla ekki að þurfa að horfa tilbaka og segja, heyrðu, já, þetta var allt mjög óþægilegt og menn voru einhvern veginn ekki tilbúin til að horfast í augu við veruleikann, að þá bara gerði ég ekkert í þessu, af því það hendaði mér ekki pólitískt. En þá kannski komið bara næst spurningu, við erum alltaf að tala um Rússland hérna. Nú ákast þú að loka á samskipti við Rússa á þess að aðra þjóðir gengur svo langt. Á þetta mögulegt að hafa slæm áhrif til framtíðar? Sko, ég er bara mjög glöður spyrir þessa spurninga því að hérna sko, í fyrsta lagi er ennþá sumir sem segja að við höfum slítið stjórnmálasambandi við Rússland sem við gerum alls ekki. Og svo er í almennu svona talað um að við höfum lokað sendiráðinu í Moskvu. Við gerum það ekki, við lögum bara niður starfsemi. Og það er sérst bara svona tæknilegur, þú veist, það er diplomatísku munur þar á. Ef við höfum lokað, þá hefði það þýtt að ef við viljum opna aftur, þá þurfum við að fara í svona diplomatísk samskipti við Rússland og biðja þau leyfum að opna og svona alls konar ferli. Við gerum það ekki, við bara lögðum niður starfsemi sem þýðir að þegar að tilefni gerst til, þá getum við bara hafið starfsemi að nýju. Það eru 3 megin ástæður fyrir því að lönd reka sendiráð og við erum alltaf með bara freka fá í öllum samburða því við erum fá. Og þessar ástæður eru í fyrsta lagi viðskipti á milli landana, í öðru lagi pólitísk tengsl og í þriðja lagi svona menningarleg maður og mann svona samskipti. Allt þetta liggur niðri. Þú veist, viðskiptin eru nánast engin, pólitísk samskipti eru nánast engin og við erum með rosalega fáa íslenska ríkisborgara í Rússlandi og nánast enga í Moskvu. Þannig að það er í rauninni bara, þú veist, svona kaltmat, óháð öllu, þá er bara staðan svo að það er í rauninni engin ástæða til þess að reka sendiráð í Moskvu. Þú veist, við myndum frekar opna sendiráð bara í einhverjum öðrum, við erum alltaf opna í Madrid, vonandi núna fljótlega. Það sem við eigum, sko, það er það land þar sem við erum með langmest viðskipti af þeim löndum þar sem við erum ekki með sendiráð. Við erum eina NATO-ríkið sem er ekki með sendiráð í Madrid og það eru rosalega mikil svona menningarleg og svona alls konar samskipti fyrir utan alla Íslendingarna sem að, þú veist, búa þar og þar mikið og allt það. Og síðan er hitt sem mér finnst skipta máli að það er sagt, já, engin annar laði niður starfseminnar. Það sem að öll önnur lönd sem að við berum okkur saman við höfðu gert var að taka fleiri en 1 og 2 og jafnvel 3 og fleiri ákvarðanir að minnka umsvif ýmist rússneska sendiráðsins í sínu landi sem að Rússar svara þá í sömu mynt og fækka þá diplomötum bandamanna okkar þar eða öfugt, þú veist, kalla fólk heim til þess að geta gert kröfu á að rússneskir starfsmenn eða diplomatar í sínu landi, þú veist, fara aftur heim. Og af mismunandi ástæðum. Stundum var þetta bara svona diplomatiska, opinbera línan var bara, þeir voru bara með starfsemi sem ekki er í samræmi við Vínarsáttmálann og svona, sem er svona fínt orði yfir ýmislegt. Og kom ekkert alltaf fram nákvæmlega hvað það var, bara af alls konar ástæðum. Og öll lönd höfðu verið að gera þetta. Við höfum ekkert svona gert. Og fólk hatt spurt, já, við höfum öll séð tilefni til þess að taka svona ákvarðanir, af hverju hafið þið bara ekkert tilefni haft til þess að taka svona ákvarðanir. Ef við höfum tekið svona ákvarðan og sagt, við ætlum að minnka umsviðin í Moskvu, þá hefði við rauninni bara de facto lokað, af því að við vorum, þú veist, með 2 diplomata og örfáa starfsmenn, þú veist. Þannig að ef við höfum tekið ákvarðan sem hefur í algjöru samræmi við það sem að þau gerðu,
þá hefði einfallega haft aðrar afleiðingar fyrir Ísland heldur en öll hinríkin af því að við erum svo fá og við erum svo smá. Hér vorum við með í sendiráðinu töluverðan fjölda fólks í rússneska sendiráðinu í Reykjavík. Og ekki voru það að sinna viðskiptum. Nei. Ekki voru það að sinna pólitísku samskiptum og ekki voru þau mikið að sinna einhverjum borgarlegum málum. Þá gat einhver spurt hvað eru þau þá að gera? Já. Þannig að þegar við leggjum niður starfsemi þar, þá gátum við minkað umsvif þeirra hér, farið með þá tölu niður og verið í samræmi við það sem að löndinu kringum okkur voru búin að gera. Já, þannig að segjum bara í drauma heimi, ef að þetta settlast á milli þeirra, þá ekkit okkar vanbúnaði að bara opna þessi starfsemi aftur eða hvað? Við getum í rauninni hafið starfsemi þegar við teljum tilefni til og ekki ætla ég að gera spámaður það hvernig það þróast en ég held að þessi svona viðurstyggilega framgang á þeirra muni hafa afleiðingar, þú veist, í töluvert langan tíma en svo það bara á það bara eftir að koma í ljós og fer bara eftir því hvernig þessu líkur, þú veist, með hvað hætti verða menn dregnir til ábyrgða fyrir það sem þeir hafa gert, verða breytingar inn í Rússlandi eða ekki, verður þetta áfram bara við það sama, þú veist, verður Rússland áfram meira háttar ógn við bara ekki bara Úkraínu heldur í rauninni bara Evrópulönd eða breytist það, þú veist, þetta mun væntanlega bara taka mið af því. Við erum auðvitað land sem eigum sko langa sögu, þú veist, með Rússlandi, þetta sendiráð sem við opnum 1944, bara kortur eftir við urðum sjálfstæð, þá gerðum við það og hefum átt svona bæði, þú veist, í gegnum viðskipti og annað og ég meina, þú veist, Rússland þú veist, þetta ótrúlega merkileg saga og menning og það allt en lykilatriði bara að við vorum í raun að taka ákvörðun sem var í algjöru samræmi við það sem að önnur lönd hefur gert. Hún hefur bara aðrar afleiðingar þegar þú ert með 2 diplomata og örfáa staðráðna starfsmenn og það eru engar af þeim ástæðum sem að við höfum við að halda út í sendiráði, engar þeirra eru uppi í Moskvu eins og staðan í dag og það ekki út af okkur, heldur það út af framgöngu þeirra. Takk. Já, þú myndist á breytta heimsmynd sem að börnin okkar kunna lifa við. Jú. Já, sko, Rússland, Úkraína, þetta hefur kannski aðeins, umræðan hefur kannski minnkað aldrei og faldið skuggan á, við sjáum núna Trójusímana í Líbanon og Ísrael, Palestínu og annað. Sko, en þú sem að lifir og hrærist í þessu umhverfi, sko, mér finnst þú aðeins myrk í máli. Þú miklar áhyggjur af Rússunum eða hvað? Að þeir segja sem sagt ekki að einskóra sig við Úkraínu. Það? En svo gefur Ísraelum bara high five, sko. Ég? Nei, ekki þú, bara allir, sko. Já, sko. Já, ég hef mjög miklar áhyggjur af því hvert við erum að stefna. Þú veist, ég hef og það fer mér ekkert sérstaklega vel, sko. Þú veist, ég ótrúlega, þú veist, ég í alvörunni, ég mjög eðlisfari, mjög bjartsýn manneskja. Þú veist, ég lífsglöð. Mér finnst lífið, þó að það sé kalt og það sé alls konar og það sé ósanngjarnt fyrir marga og það ekki jafnt gefið alltaf, þá lífið ótrúlega fallegt, þú veist. Og einhvern veginn tilgangurinn, þú veist, í lífinu bara einhvern veginn lífið sjálft. Þannig að þetta sko, þetta fer mér ekkert sérstaklega vel. Og ég ekki að tala svona einhvern veginn til þess að, þú veist, eitthvað slá mig eða einhvern veginn að segja því að einhver í útlöndum sagði það. Er þetta hræðslu áróður? Einmitt, þú veist, bara alls ekki, sko. Eða sko, kannski? Nei, ekki hræðslu áróður. Mér finnst alveg stundum, mér finnst ég hafa skyldum að gegna verandi fulltrúi Íslands á erlendri grundu. Það sem að maður situr fundi og ekki bara að hlusta á einhverjar mónologræður, einhverjar sem eru að segja hvað þeim finnst og hvað þeir telja, heldur bara, ég meina þú færð upplýsingar sem að þú mátt ekki deila, þú veist, maður hlustar á samtöl sem maður ekki hægt að segja frá, þú veist, ég ekki að segja þetta gamni mínu, mér finnst ég bara í alvörunni bera ábyrgð þegar kemur að því að koma einhvern veginn því inn í umræðu á Íslandi að staðan bara, hún alvarleg og það sko, þegar kemur til þess að fjölþáttaógnum og svona
Rússa til dæmis og sérstaklega í mörgum Evrópulöndum sem að við erum ekki að sjá hér í sama mæli að þá er það sko orðið munstur. Þetta er ekki, og ég hugsa bara ef þú takir bara eitt svona dæmi og það hefði gerst fyrir 3 árum síðan, þá hefði það vakið miklu meiri viðbrögð heldur en það gerir í dag. Þannig að það er svona eins og sé dálítið búið að svona normalisera einhverja svona hegðun og aðgerði sem að eru alls ekki eðlilegar og við eigum ekki einhvern veginn að líða. Þannig að já, ég hef í alvörunni áhyggjur af því að hlutinni verði verri áður en þeir verða betri og það er í alvörunni blákaldir hagsmunir Íslands að það hafi afleiðingar og það verði ekki liðið og það sé ekki lægi að breyta alþjóðlega viðurkenndum landamærum eða lögsögu sem að Íslendingar tengi kannski betur við verandi eyja og eiga allt undir því að vera með sína efnahagslögsögu bara þar sem hún er, að það hafi ykkur afleiðingar. Ef við okkur sem er andum frelsið sendum þau skilaboð frá okkur að þetta sé bara allt sem er mjög óþægilegt og við bara látum þetta einhvern veginn slæta, þá eru það mjög vondar fréttir til lengri tíma fyrir Ísland. Og það er síðan að þú nefnir staðan á Gaza, hún hefur þetta flækt þessa mynd bara mjög verulega og það hefur haft skaðleg áhrif, myndi ég segja, á svona pólitíska samstöðu og aðgerðir varðandi stríð og árás Rússa. Og það er ég er ýmist sökuð að styðja við hryðjuverkasamtök eða styðja þjóðarmorð. Umræðan er þarna. Það er bara og hvort ekki að fæ að heyra bara frá upplýstu fólki og þessi átök fyrir botni Miðjarðarhafs eru að hafa ofboðslega skaðleg áhrif auðvitað fyrst og fremst þar sem að tugir þúsunda saklausa borgara hafa verið drepin og það sem er búið að hindra mannúðaraðstoð inn á svæðið sem er brot á mannúðarlögum. Það er alveg sama hvaða rök þú hefur fyrir því, það er bara bannað, þú bara mátt ekki gera það og ástæðan fyrir því að við erum með alþjóðalög, það eru lögin sem er að gilda þegar allt fer í skrúuna. Það eru ákveðna reglur í stríði og lög sem er að gilda í stríði og alþjóðalögum fylgja ekki bara þessi heilugu réttindi sem þú getur sagt ég á þennan rétt, það verður að passa upp á það, heldur fylgja þeim líka heilagar skyldur og það bara getur ekki verið í lagi að brjóta alþjóðalög. Það er alveg sama hver þar á í hlut og mér finnst raunverulegt vandamál hvernig svona umræða og samstaða og skortur á samstöðu og misvísandi skilaboð í þeim átökum er að hafa á þetta alþjóðakerfi. Því ef þú segir, og fyrir landið svo Ísland sem að verður að geta treyst í alþjóðlegu svo virt, að því að hvaða kerfi er eiginlega við líði ef það er ekki, að þá verður við auðvitað að vera sönn í því og standa vörðum það og styðja til að mynda sjálfstæða dómstóla sem komast að niðurstöðum að þegar hlutinir eru ekki í lagi. Við höfum ekki forsend til að meta það með öðrum hætti. Við getum ekki sagt, það að ICJ segi að þarna sé verið að brjóta mannúðarlög og alþjóðalög. Já, við erum reyndar ekki á sömu skoðun. Við hvernig við geta sagt það. En er þetta ekki þá ákveðin tvískinnungsáttur hjá vestrænu stjórnvöldum að auðvitað Rússa búin að gera þess að þeir eru búin að gera, en það er minna að tala um það sem Ísrael er að gera alla daga og við erum að horfa í sjónvarpinu? Ég held að, sérstaklega í upphafi, þegar að fólk var að segja að það var áhugavert, Vesturlönd almennt settu Úkraínu og Ísrael saman í lið, eða í sama flokk svolítið, á meðan að við hér heima, eða sérstaklega fólki sem að fór mikinn, sett í rauninni Úkraínu og Gaza og síðan Rússland og Ísrael. Þannig að það var dálítið áhugavert, að því umræðan var alltaf öðruvísi mjög víða annars staðar, ekkert alls staðar en svona almennt. Nú er þetta allt einhvern veginn aðeins að svona sósast til. Og þegar fólk ber saman, að því að þá er okkur líka vand á höndum ef fólk ber þetta saman, vegna þess að árás Rússa inn í Úkraínu er
það er ekkert oft sem í heimsögunni þú ert með svona atburði sem eru dálítið svona svarthvítir eiginlega aldrei ertu með það þannig en ég myndi segja að það er svona eins svarthvít og þú getur fundið þú ert bara með land sem að tekur bara ákvörðunum að ráðast inn í fullvalda og sjálfstætt ríki breyta alþjóðlega viðurkenndu landamærum murka lífur fólki og stela börnum og með það markmið eða menningu og taka það yfir af því að þeir segja bara þeir eru rétt á því Úkraína eigi ekki að vera sjálfstæð voru búin einhver átöku á Donbass og áður og svona já og þau eru tóku Krím 2014 þeir fóru inn í Georgíu 2008 og þeir eru segja til að mynda að Eystrasaltsríkin séu ekkert sjálfstæða fullvalda sko. Það er svona þeirra skoðun þeim finnst það ekki, þeim finnst það líka að vera hluti af þeim þau bara, en og þess vegna segja NATO-reglífin, hún er alvöru vörð sko. Á meðan að hinn átökin ég ætla ekki að segja að þau hafi hafist með því þetta er auðvitað Ísrael-Palestína og þannig að það er aldrei merkilegt Ísrael-Palestína, þetta er líklega flóknasta mál bara í samtíma sögu ég held þú getur ekki fundið deilu sem er flóknar heldur en þessi þannig að þegar að fólk teiknar upp ykkur mynd sem er bara, hún er svona eða svona þá segi ég, heyrðu, með fullri virðingu og ekki ætla ég að þykjast vita mest í þessu máli öllu saman þá er ekki hægt að halda því fram vegna þess að hún er svo marglaga og ógeðslega flókin sagan, ástæðan fyrir því að ríkið er búið til, hvað gerir strax í kjölfarið Vesturbakkin landtökubyggðir Sameinuðu þjóðirnar, alls konar átök og þetta er svona hringrás einhvern veginn ofbeldis en ef við horfum bara á það hvernig þetta fór núna af stað svona við afmörkum það við 7. október þá eru þetta hryðjuverkaárás Hamas sem er ekki viðurkenndu stjórnvöldin í Palestínu hryðjuverkasamtökin Hamas fara inn í Ísrael og drepa þar 1200 manns aldrei fleiri gyðingar við drepni bara einu lagi síðan í seinni heimsstyrjöldinni og þá er alveg rétt og ég veit og við erum því að ég veit að almennt er ekki mikill stuðningur við það á Íslandi að segja samkvæmt alþjóðlögum hefur Ísrael rétt til varnar þau hefur rétt til að verja sig og þetta er ennþá línan en var sérstaklega línan fyrst en hún er ekki takmarkalaus hvað felst í því að verja sig hversu langt máttu ganga hversu targeterar eru aðgerðirnar hvar ertu að skjóta hvernig líða til dæmis almennir borgarar fyrir þær aðgerðir svo fyrir umræðan í ef að Hamas væri ekki að raða barnaspítulum og allt þetta skilur sem að og svo bara í stríði er alls konar þoka og reykur og erfitt að vita nákvæmlega hvað gengur á og allt það en þess að segja bara Ísland getur ekki hvílt í öðru en því að alþjóðlögum fylgja heilug réttindi og heilaga skyldur. Þau má aldrei brjóta. Við erum búin að búa til kerfi þar sem eru til að mynda sjálfstæði dómstólar og þeim er falið að fara yfir það hvað hefur gerst og komast að einhverju niðurstöðu. Og þegar þeir komast að niðurstöðu þá getur Ísland ekki annað en stutt þá sjálfstæði dómstóla bæði í verki með því að fjárhagslega styðja þá en líka að fylgja þeim og taka undir þegar þeir hafa komist að niðurstöðu. Því ekki höfum við forsendu til þess að meta það með einhverjum öðrum hætti. Þannig að ég myndi segja að það er ekki hægt að bera þetta saman en það er heldur ekki hægt að segja að alþjóðlögin eigi við hér skilyrðislaust en hérna er það svona háð ákveðnum skilyrðum. Það bara getur ekki verið línan. En svo er bara alveg sama hvernig maður reynir einhvern veginn að stíga inn í þetta mál allt saman það er bara Talandi jarðsprengjusvæði? Já, það er alveg algjört jarðsprengjusvæði. Gætum alveg tekið auka þátt þetta? Já, þetta er alltaf svakalegt. Það verður líklega ekki leist hér. Nei, þetta er hræðilegt allt saman. Nei, svo er það náttúrulega, svo verður þetta náttúrulega heldur ekki, í svona átökum á þessum skala, þá eru það það eru stóru ríkin sem að spila þar líka hlutverk, og þá verða menn náttúrulega bara að rísa undir þeirra ábyrgð og þú veist. Klart. Fyrst við erum komin út fyrir landsteinina getum við aðeins snert á forsetakosningunum sem eru gangi í Bandaríkjunum Kamala Harris og Trump á heiminum mikið þetta er náttúrulega bara, ef við byrjum að þetta er bara sirkus, sáu þið kappræðunar ég sakna Stevie Joe Trump var að tala um það að innflytjendur sé að borða hunda og ketti frá, þetta er svo mikið rugl en samt kannski ekki á léttinótunum að þessi þáttur hefur verið þáttur þungur á heimurinn raunverulega mikið undir hver tekur þetta?
að hluta til segja já, það hérna er þannig og maður finnur það alveg að þú veist, það eru ákveðin Evrópulönd sem bara eru mjög mikið að fylgjast með og máta sig við það hvað hérna mismunandi niðurstaða getur, hvað áhrif það getur haft á þeirra öryggi og svo framvegis. Auðvitað treysti maður því að þú veist, þetta er auðvitað mjög öflugt svona kerfi og það er ástæða fyrir hérna, þú veist, skiptingu valds og þú veist allt það að það sé hægt að svona standa vörðum það sem skiptir máli og fyrir Ísland, ég meina við munum alveg saman hvernig þessar kosningar fara, þú veist, ég meina Bandaríkin eru náum bandamaður Íslands, við erum með tvíhliða varnarsamning við þau, þú veist, við erum í miklum viðskiptum við þau, við erum mjög sterkar sögu með þeim. Bandaríkin verða bandamenn okkar saman hvernig þessar kosningar fara og við munum bara vinna með þeim stjórnvöldum sem að hérna, þar verða kjörin í lýðræðislegum kosningum og það er engir aðrir nema Bandaríkjamenn sem að kjósa í þeim og hafa áhrif á það, þannig að þú veist, það er auðvitað lykilatriði en það er, ég verð að segja, þú veist, það er sorglegt, maður verður svona svolítið hryggur bara að fylgjast með þessum svona talsmáta og kosningum og maður þarf ekki að fara mörgar aftur í tíman til þess að sjá bara hvað það var allt öðruvísi og hvernig menn tölum hvert annað fyrir bara ekkert löngu síðan sko, þú veist, í sama landi með sömu flokka og þú veist æðstu ráðamenn valdamesta ríkis heims að haga sér með þessum hætti. Mér fannst samt Kamala alveg koma ágætlega út Sammála því. Mér fannst hún kom, ég var ekkert einhver huge fan fyrir þetta en svo var ég bara, hún er ansi góð Ég var strax ánægður þegar hún labbaði að púltina og hristi Hún bara eiginlega pakkaði hún saman Já, vel gert, ánægður með það Tók vopnur höndunum á hún Já, sko Verður ekki ræðins COVID eða? Jú, áður við komum að því örsnögt, þú veist úr einu gleði Þetta er skemmtinn aldrei vitar ef að næst þegar við fáum Þórdísi það vorum búin að vera forsætisráður og við erum búin að greiða hérna ínsum flækjum hérna innanlands og það verður kannski léttari þáttur og vonandi verða heimsmálin líka í betra horfi Já, komin í betri farveg Sko, eitt samt að þú nú að tala um börnin og breyta heimsmynd og annað, þú veist, ég maður þegar ég var krakki mér fannst alltaf jafn spennandi þegar nýr bíll kom út og bara allt í einu komið Bluetooth tækni og þessar tækni framfæris Sjónvarp aftur í og svona Já, þú veist, sælis mér leiðist aldrei eins og krakka þegar ég steig inn í MG bílinn minn Já, ég verð að vera sammálaðið þar Hann ertu bara með sjónvarp það mengar ekki neitt þú veist með, hann er svo þælur 100% rama, hliðran í orku náttúrunnar En maður, hef ég brent mig á því að vera komin aðeins og nálægt stöður það bara snarhemlan Hann er miklu betri bílstjóri en hann sjálfur miklu betri Þannig að þeir eru snillingar svo er það lengjan, meistaradeildin er á lengjunni 3. dag, miðvikudag, 5. dagar held ég Það er nýja fyrirkomulagi sé Þannig að þú getur stutt við Allir að kaupa MG og allir að teipa lengjunni Íslenskt íþróttalíf nánast alla daga vikunar þú ert síðan að horfa á íslenska boltan líka og svo er það að lokum að því að þungumálumnin kom ekki alveg samstagsalum aðeins á milli sko Nei, það er erfitt að tróða minni svona þunga þá Mér finnst leiðilegt að vera með Nei, þú ert mjög málumlega og flott þetta er bara sko árferði núna, þetta er bara mikið þungur við erum ekki svona snert á sko Við erum Martini Þú byrjar að tala um tækni og ég held að vera að fara að taka bara hérna, þú veist, hætturnar við AI og bara hvernig, þú veist, eitthvað svona misinformation er að taka verið heiminn og eitthvað bara úr einu gleðirni í annað En þú gerur það ekki og ég ætla ekki að standa Ertu að opna orðmáttu Nei, ég ætla bara rétt að koma á strúktúr hennar þegar voru einmitt að klára eina pergólu í Stykkishólmi á dögun Þeir eru í stórum og smáum verkefnum Utanhúsklæðningar, einingahús, ekki klætt með þermót pallaefnu það tekur sér ekkert eðlilega vel út í íslenskri náttúru en nóðum það, sko, já, Birkir þú varst að minnast á COVID-tímabili Já, mér langaði eins ég sá stiklu á Facebook hjá mér yfir nokkru dögum síðan það sem að þetta mikla þríeyki Alma Þórólfur og Víðir kongurinn, hvernig gleymi ég honum það sem voru eiginlega að gera grína gestikvöldsins og tala bara þarna, hún vissi ekkert hvað hún var að segja og þetta væri bara allt rugl og hún var bara að vera á móti vísindunum og ég veit ekki hvað sko Þetta var á þeim tíma, þetta voru næstu eins og örlaganornirnar þarna þrjár Það er málið sko og þau stjórnuðu bara landinu alfarið þessi þrír aðilar, allt gott fólk en Þórdís sko þú er oft þolað mikinn hita en það hlýtur að vera alveg hitið þarna núna getum við svona ríkið búið að settlast núna allir búin að gleyma COVID Hvernig var þessi tími? Og varstu búin að sjá þessa stiklu sem ég er að tala um?
Já, ég fekk hann að senda, ég viðkynni þannig og ég horfði ekki á þess að þætti, ég veit ekki hvernig ég verð, þú veist, andlega og líkamlega tilbúin til þess að fara að gera þetta upp, þú veist, ég get ekki hort á grími á þess að bara vilja gera eitthvað skalegt við hana. Þetta var náttúrulega ótrúlega surrealískur tíma og ég man, þú veist, bara fyrstu sólarhringana, þá var ég ferðamálaráðherra og við áttum fundi, þú veist, með ferðaþjónustaðalum og flugfélögum og svona, þú veist, þegar smiti voru komin upp annar staðar og hvenær kemur upp hér og hvað áhrif myndi að hafa og svona. Og náttúrulega bara viðbrögð landana bara allstaðar voru gríðaleg og gigantísk, flestra, þú veist, ekki Svíþjóðar en flestra. Og ég studdi algjörlega bara þá nálgun, þú veist, í óvissu og það er alveg hluti af því að þegar þú berð ábyrgð og það verður bara, menn verður bara að þola það, þú veist, þú getur auðvitað, þú þarf að taka stórar ákvarðanir hratt. Stundum verður svo fínt að hafa mikinn tíma en þú hefur ekkert alltaf tíma. Nei. Stundum verður svo mikið að hafa þekkingu og afla hennar og að gera alls konar og liggja yfir ykkur og þú hefur bara ekkert alltaf tíma til að gera það. En þessar aðgerðir svona fyrst sinn og eiginlega alveg fram að bara bóluefni kom, þá var ég algjörlega, þú veist, bara skildi það, þú veist, sárt en bara skildi það. En síðan lögðu náttúrulega upp með það að hlutinni myndu breytast mjög verulega eftir þann tíma. Og þeir gerðu það í smá stund. Þú veist, við talandum, ég meina við talandum alþjóða starf, sko, þú veist, við tókum ákvörðun í rauninni svolítið gegn Schengen. Ekki samráð við Schengen, að minnsta kosti, þegar við ákveðum að opna fyrir ferðamenn utan Schengen til Íslands. Einmitt. Af því að, þú veist, við sögum bara býtu, ef þú ert þjóðveri og ert bólusettur, þá ert ekki minna hættulegur heldur en Bandaríkjamaður sem er bólusettur. Ólíklegt. Og þetta var örugglega sú aðgerð sem allavega kostaði minnst, af því hún kostaði raunin ekkert og var ofboðslega skilvirk og skipti gríðalegu máli fyrir efnahagslíf í Íslandi og ferðaþjónustuna sérstaklega. En allavega, svo kom svona bakslag, þú veist, eftir það og við fórum aftur í ykkur svona alls konar takmarkanir og svona. Svo bara leið tíminn og það var ótrúlega erfitt að skilja við þetta og þegar við vorum komin í sko röksemdafærslu sem gekk út á það að því að það var álag á Landspítalanum að þá réttlætu við alls konar takmarkanir á grundvelli þess en ekki út frá sko hættu að þá fannst mér við vera komin út af brautinni og auðvitað eru margir, þú veist, fundir þar sem að bara eru, þú veist, er ekki að eitthvað opinbera, þar sem gast tækifæri til þess að spyrja spurninga og biðja gögn og alls konar. En það var ótrúlega skrítin stemming í samfélaginu. Þú veist, það var bara yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar bara kallaði eftir því að þessar takmarkanir væru til staðar. Og mér fannst óhugnalegt að vera manneskja í valdastöðu og við einhvern veginn sögðum, heyrðu, við ætlum að taka ákvarðanir sem gera það verkum að þín grundvallarréttindi eru í rauninni tekin af þér tímabundi í þágu öryggis og í þágu heildarinnar og eitthvað. Fólk bara spurði rosalega lítið spurninga, sko. Það var bara já að með það var bara gjör svo vel, taktu réttindi mín. Og ég er ekki að segja, sko, þú veist, fyrst sinn, þá var þetta bara staðan. En ég man bara tilfinninguna, þú veist, ég hugsaði bara, svona á þetta ekki að vera. Þetta á ekki að vera svona auðvelt. Það á ekki að vera svona auðvelt að gera kröfu og taka ákvarðanir að taka réttindi af fólki, alveg, þú veist, í þágu einhvers, góðs og þágu heildarinnar og eitthvað, án þess að fólk sem eitthvað svona mótstöðu eða spyrja eitthvað spurninga eða vilja fá eitthvað svona frekari rök eða gögn eða eitthvað vissu fyrir því að þú veist út af hverju þetta væri gert eða þetta er í tímabundið eða eitthvað svona og þegar að síðan maður rétt sagði hlutina uppátt pínu hluta af því sem að þú veist, maður hugsaði og maður nýtti tækifæri annars til að segja það var bara holskefla einhvern veginn af ótrúlega undarlegum viðhorfum og svona dómhörku og svona, þá er ég meina bara almenningi í rauninni, þú veist. Og ég meina, mér var bara ráðlagt, þú veist, mér var bara ráðlagt að vera ekki að þessu, því að, þú veist, ég myndi ekkert græða þessu pólitísta, því að þetta bara væri enginn þarna. En komst þú ekki annarri bylgju í gang með myndir eins og settir? Já, mætti halda það.
Það mætti halda það var nú svona alveg valtar einhvern veginn Núna getur hort tilbaka og hugsa bara hvaða rugl var í gangi Við hljótum að hugsa það núna Ég held alveg að allavega horfið það eins öðru við núna en það sem ég skildi alltaf í því og ég tók á mig vegna þess að fólk á ekki að þola það að þegar að einhvers konar yfirvald setur einhverja reglur að það sé eitthvað óljóst og það, þú veist, eigi líka við þig. Já. Minn sannleikur var samt alltaf sá að þú veist, ég var innan reglna en fólk bara upplifði það, þú veist, þú varst bara þarna eitthvað í sólinni með vinkonninum og þú varst með absungulan drykk í glasi að það var bara eitthvað, þú veist, rangt við það og en það sem að mér fannst þetta þú veist, það ýmislegt sem maður hefur farið í gegnum sko á þessum 8 árum í ríkisstjórn en þarna undir lokin alveg í töluverðan tíma þetta var sá tími sem að mér fannst erfiðastur að vera hluti einhvern veginn af þessu þú veist, að taka þátt í þessu og að því að ég hugsaði líka sko hvaða fordæmi verið að setja vegna þess að ef þú snýr dæminu við og þú ert með fólk sem að kemst í valdastöðu og vill ekki vel vill, þú veist, af annarlegum ástæðum takmarka frelsi fólks eða taka ykkur ákvarðanir sem að, þú veist, stíga inn á einhvern veginn réttindi fólks og getur sagt, byrjuðu þau gera þetta svona þannig að ég má þetta núna út af einhverju sem allt annað skilur, sem að okkur finnst og kannski, og ef að fólki upplifir það ekki eins og það sé þeirra þáu eða í þáu góðs eða í þáu hildarinnar eða eitthvað, heldur kannski bara eitthvað sem að targetar einhvern ákveðin hóp eða fyrir eitthvað svona annarlega málstað eitthvað, að þá er sagt bara byrju, fordæmið komið sko og það fannst mér ekki gott og ég vona að svona tími komi ekki aftur og ég vona að ég hef aldrei trúað því að við myndum ganga svona langt og auðvitað spyr maður sig, þú veist, hvernig hefðu brugðist við ef þetta hefði ekki fyrst komið upp í Kína? Það góð spurning. Ef þetta hefði bara fyrst komið upp í Hollandi eða eitthvað, Ítalíu. Mér langar líka Halda menn við hefðum brugðist svona við? Nei. Við hefðum ekki gert það. Mér langar líka að hrósa Þórdísi því að hún er fyrir framan okkur og þetta er mjög þungu þá. Nei, mér langar að hrósa Þórdísi sko því að hún er ekki með eftiráspeki hérna. Hún var að tala þegar þetta var í gangi sko. Ég nenni ekki að hlusta á sérfræðingarna sem eru núna að tala um þetta sko. Þannig að það eru pistlar sem hún er að tala um bara hvað er að frétta hérna gæst. Þannig að ég verða að hrósa henni fyrir þetta, eða við. Og ég sko, ég meina það er margt sem maður gerir þú veist, maður gerir mistök og maður er ekki góður í öllu og eitthvað en þú veist í gegnum mín störf hef ég að sumra mati lagt ómikla áherslu á það að þú veist, taka ákvarðanir sem að síðan eftir einhvern lengri tíma þú veist, skil ykkur árangri og menn segja, þú ert í pólitík núna, þú veist, þú fara ekkert fyrir þetta eitthvað svona en ég hugsaði bara, og það kannski bara hluta því að maður er ungur í pólitík þú veist, ég verð að geta hort einhvern veginn bara framan í sjálfum eftir, þú veist, 10 ár og 15 ár og 20 ár og 25 ár og geta svara því bara hvað við vorum að gera og hvað gekk þarna á og þú veist, hvaða spurningar varstu með, þú veist, hvernig nálgaðist þetta. Þannig að þó að það hefði verið eitthvað svona leiðindi og ekki eitthvað skynsamlegt pólitískt eitthvað, þú veist, þetta var bara, þú veist, ég var á tímabili bara svolítið svona kapna sko, þú veist, mér fannst þetta bara ekki bara alveg inn í innsta svona kjarna þá bara, þetta bara gekk of langt, of lengi sko. Klart. Já, ekki spurning sko, erum við ekki bara dætt í rittaraspurningarnar? Jú, ég held það. Ég held það líka. Ég held það, þetta er búið að vera Er það léttar eða? Þeir eru miserfiðir rittararnir sko. Það er allur gangur á þeim. Sumar eru mjög léttar og sumar eru aðeins þyngri sko. Það eru náttúrulega í boði kontaktfyrirtæki gerðargjafar. Já. Mjög spennandi fyrirtæki til sölu á kontakt.is. Það er gaman að renna yfir þetta. Já, þetta eru skemmtileg fyrirtæki. Já, en þeir verða innan handars við að selja rekstur kennitölu fyrirtæki. Þeir sjáum það. Og svo er það Búdvar, Birgir, hvernig smakast það í dag? Hann er ansi góðum. Er það ekki bara? Ég er búin að það sem ég er búin að sakna mest við þættin okkar er, gaman að taka þætti með þér en að drekka Búdvarinn. Já, maður er svona að reyna að hætti í koffinn og þá er klakinn líka innan handar, ansi góður. En já, sko,
talandum vin okkar. Hvað finnst þér að ríkið sé eigandi að tryggingafélagi? Reynda stöndu tryggingafélagi? Besta tryggingafélaginu reyndar. það ekki að sponsa það? Jú. Ég mynd TM flott fyrirtæki, það er ekki spurning. Já. En mér finnst ekki að ríki að hérna, hvorki reka tryggingafélögin ég að kaupa þau. Nei, finnst þið kannski þarna, sko, horfandi auðvitað komandi á þetta, þessi Facebook-beistillan sem hún settir á sunnudagskvöldi að þetta myndi ekki gerast á þinni vakt, heldur þú verið stundum of hvatvís? Kannski stundum en þessi status var þessi færsla var ekki þannig. Ég hugsaði hvert einasta orð sem ég setti þarna fram og ég bar það undir fólk og ég sagði náttúrulega skýrt sko, þú veist, hafi ég eitthvað það að segja af því að það lá ekki fyrir og ég hafði ekki vissu það, þú veist, hvort þetta skip væri siglt eða ekki. En mér fannst bara mjög mikilvægt að það væri ljóst að vilji eigandans og það var ekki bara mín persónulega skoðun, heldur erum við með bara eigandastefnu með skýru markmiðum að hérna, þetta lá svona og ég vissi að þetta yrði mjög umdeilt og allt það sko en þetta var alltaf ekki hvatvís færsla. Nei, þetta var góð færsla sko, ég var nú bara að pæla þessu fyrir mér. Þetta var líka fín spurning sko, örugglega einhver aðri sem hugsa hana líka. Takk, þess vegna maður reyna. Brynjar Níels að hérna, segja svo flokknum. Já, segja svo þingmenn Já, segja svo þingmenn sko, já. Sko, hann var reynda fljótur, sko, fyrsta skúpi sem hann fekk í morgun var miðflokkurinn eða eitthvað. Já, mögulega. Já, maður hugsaði líka tímapunkturinn, sko, þetta dæmi í gangi og eitthvað, en menna, það hlýtur að högga að missa hann úr varaþingmenn, sko. Hvert var hann að fara, Artur? Ertu með það? Mannréttindin stóð það ekki. Sem að hann gerði ekkert eðlilega mikið grína fyrir svona ári síðan. Hann er mættur á það. Já, það er nú samt fáir, hérna, það er nú fáar manneskjur betri í stjórn svona verkefnis heldur en þú veist þau sem eru með mjög skýran fókus á hérna, þessi mál auðvitað er eftir sig á honum sem varaþingmanni en hann er hérna, ennþá í flokknum og mikill sjálfstæðismaður og mjög bara, hann er bara góður vinur minn sko. Þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins þegar það var einn starfsmaður sem er ekki lengur þá var hann þingmaður og það eru 11 ár síðan það var þá var hann mikið á skrifstofunni sinni og ég á minni og þingmenn vinna með ólíkum hætti og þeir ekki allir alltaf á skrifstofunni sinni þannig að við kynntumst bara mjög vel á þeim tíma sko og það sem að ég kann vel við Brynjar er að það er ótrúlega auðvelt að tala við hann, þú veist, hann er ekki svona hörundsár típa sem er alltaf misbúðið, þú veist, það er hægt að við gátum alveg tekist á alls konar og svona, hérna auðvitað myndi ég vilja hafa hann, þú veist, í þingmannaliðinu og vara þingmannaliðinu en ég skil alveg ákvörðun hans að, þú veist, ef hann er bara að fara að horfa á önnur störf, þá er það líka, getur það verið flækjufótur að vera með þessum hætti einhvern veginn innvinklaður og í ykkur ábyrgðarstöðu og eitthvað, þú veist, kjörinu stöðu í flokknum. En hann er ekki farin langt. Hann er ekki farin langt, fór í mannréttindastofuna, hann flotti þar. Sko, ég á nú kannski að vera vitni tækja mér að tala, en ég hringdi hann í dag, af því að ég vildi fá vita skúpið og auðvitað er ég að tala um það sko, hann skildi bara, hann sagði ef að VFG var að hóta stjórnarsleitum út af þessu Jassim-máli okkur sögðu þau ekki bara flott, slítið þessari stjórn ef að þú hefur verið fósætsára ekki sagt VFG, sayonara það er ekki hægt að hérna, svara svona spurningu af því að ég er ekki fósætsára og það hérna, það bara er ekki það bara er ekki hægt og ég var búin að lofa hægt að spyrja í vitningar heiti, ok? Já, sko hver staðar á bókun 35? Já, þessi góðu í eitt skemmti efni einn svona léttalókum þú segir eitthvað svona rittarspurningar eins og þú segir eitthvað svona hraðspurningar sem maður á að vera sniður það er eiga nú að vera það svo spyrðu bókun 35 Ég skal reyna að vera með stuttu útgáfan af þessu. Sko, ég er búin að fara með málið aftur inn í ríkisstjórn og það er farið þaðan út og til stjórnarflokkana þar sem það þarf að fara þaðan út og þá get ég, þú veist, mælt fyrir því. Þetta er svona mál sem að, hérna, virðist vera tiltölu auðvelt að hræra í svona einhverjum potti og svona þyrla upp einhverju ríki og fólk er almennt ekkert mikið áhuga á því og þú veist, maður spyr bara almenning, þú veist, hvað er bókun 35 þá svona
er fólk ekkert kannski alveg, þú veist, mjög djúpt í því einhvern veginn ákvæmlega hvað þetta er. Arnar Þór Jónsson talanum verður bara dauðadóma fyrir okkur. Já, það er alls ekki þannig og sko aðaladri er eiginlega þessi bókun er 30 ára gömul og Þess vegna heitir hún bókun 35. þess vegna heitir bókun 35. Nei, og hefur engum breytingum tekið. Hún er bara algjörlega óbreytt eins og hún var þá. Og þegar hún kom fram, þá voru hin Norðurlöndin heldur ekki komin inn í ESB, þannig að þau innleita hana líka. Þau innleita hana með réttum hætti, með sem sagt, svona efnislega sirka eins og við erum að leggja til núna og bara hefur gengið þar. Menn spyrja af hverju er þetta allt í einu vandamál núna? Já, vegna þess að EES-samningurinn hefur þróast og vegna þess að Hæstiréttur fór að túlka bókunina í samræmi við, þú veist, íslensk lög með öðrum hætti heldur en þau gerðu áður. Þegar að í millitíðinni frá því ég lagði mál síðast fram og þá ætlum ég að gera það núna, þá hefur Hæstiréttur í fyrsta skipti sem hann er fullmannaður í þessu nýja fyrirkomulagi, fyrsta skipti fullmannaður Hæstiréttur sem að segja bara mjög skýrt að af því að bókunin er ekki í rauninni réttilega innleidd, að þá getum við ekki túlkað íslensk lög með tilliti til bókunarinnar þannig að þjóðréttilega skuldbindingar séu virtar. Sem þýðir að þú ert með íslensk lög og íslensk lög sem að því það tala sko lögin frá útlöndum og það sé hættulegt, þetta á bara við íslensk lög. Þetta koma reglur frá ESB sem að við tökum inn í þingið, förum með það í gegnum þinglega meðferð, í gegnum nefndirnar og gerum að lögum. Og þeir eru með 2 ákvæði og þetta gerist mjög sjaldan, það er ekki eins og þetta sé alltaf að gerast, en þetta gerist mjög sjaldan og þeir eru með 2 ákvæði og þau rekast á að þá segir bókunin, þegar þau rekast á, þá áttu að túlka lögin sem að upprunlega koma í gegnum EES-samningin, að því það eru þjóðréttarlegar skuldbindingar, þá eiga þau að gilda. Hins vegar getur við alltaf sett ykkur hvaða lög sem er sko, það tekur það enginn af okkur. Við erum með löggjafarvaldi hjá okkur, við erum með 2-stoða kerfi, við erum ekki í ESB, við tökum enga reglugerðir inn sjálfkrafa eins og ESB-ríkin gera. Ef að ESB gerir sem reglugerð, þá renna þau bara sjálfkrafa inn í í rauninni lagabálka landana. Það gerir það ekki hjá okkur. En sögulega hafa þau nokkurn veginn gert það hjá okkur eða eitthvað? Höfum við ekki Ekki bara það EES bara? Jú, en það er alltaf, sko, ef það þarf að breyta lögum til þess að innleiða eitthvað, þá bara þarf að skrifa frumvarp og það fyrir bara í gegnum þingið og fyrir bara í nákvæmlega sömu málsmeðferð í rauninni og önnur frumvarp áður en verða að lögum. En það sem að gerist í millitíðinni frá því að lagði þetta fram síðast og hann lagði þetta fram núna, er að Hæstiréttur er komist þess að niðurstöðu. Þannig að allt tal að við séum að við séum að leggja þetta til að því að við viljum gera það sem að einhver í Brussel er að segja eða ESA er að segja eða EFTA er að segja. Sko, Hæstiréttur er búin að segja það þarf að breyta lögunum þannig að bókunin sé réttilega innleidd. Það okkur er vanda á höndum efnislega, ég er að segja efnislega sem hann sagði, og það er löggjafinn á Íslandi sem þarf að bregðast við því. Og þá segi ég, ef að fullveldi sinnum, og ég er þar á meðal, er annt það að fylgja niðurstöðu Hæstaréttar sem er æðsti dómstóll á Íslandi, þá er hann að segja, hér er vandamál, það þarf að leysa, það þarf að breyta lögunum, þannig að hægt sé að túlka þetta með þessum hætti. Og síðan reyndar er sko, að því það þurfti sko að þýða. Þú með skýrsluna þar fram með þig? Nei, að því að sko Benedikt Bogason sem er forseti Hæstaréttar og Þorgeir Örlygsson sem er fyrirverandi dómari hjá EFTA og skrifuðu grein að því að út af EES-samningurinn er 30 ára og skrifuðu grein í svona afmælisrit EFTA. Það sem að þeir segja í niðurlagi greinarinnar, svona lauslegri þýðingu að því greinur ensku, þá segja þeir, það er okkar skoðun að í ljósi þeirra óvissu sem uppi er varðandi hvort Ísland hafi innleitt bókun 35 við EES-samningin með fullnægjandi hætti og vegna þeirra ósamkvæmni sem að gætt hefur í dómaframkvæmd hér á landi, varðandi þetta, sé það mikilvægt að íslenski löggjafinn leysi úr vandanum og setji í lög skýrt og óskýrt ákvæða þessu sviði og virði þannig þær skuldbindingar sem framkoma í bókun 35. Væru þeir að segja þetta ef að þeir teldu þetta fara gegn stjórnarskrá lýðveldisins? Að sjálfsögðu ekki. Þannig að þegar menn segja, við eigum bara ekkert að gera í þessu, við eigum bara að láta þau segja okkur hvað við eigum að gera og svo við bara taka því eða taka því ekki, þá reyndar að kalla fram hvort að menn vilja þá bara virða þá niðurstöðu að vettu eða ekki. Það er önnur saga. Ég segi bara, af hverju ættu við ekki að vilja vera með forræðamálinu sjálf? Og B, Hæstiréttur er búin að
tala sko. Af hverju ættum við að fara að spyrja ykkur dómstól í útlöndum sem að við erum hluti af þegar að Hæstiréttur Íslandi er búin að tala og það sem þetta gengur henni út á þessi Hæstaréttardómur frá því í fyrra árinu hann gekk út á það að það er semst bara manneskja sem að verður af réttindum sem hún á samkvæmt EES-samningnum en hún fær ekki að njóta af því að þetta er ekki í lagi og þá eru sumir þingmenn sem segja herðu þetta er ekkit vandamál, fólk getur bara leita rétta síns og þá segi ég herðu sko í hvaða stöð ertu að setja almenna borgara ef að þeir eiga að hafa betri yfirsýn yfir hvaða réttindir eiga samkvæmt samningnum heldur en ríki sjálft. Ríki veit að það er ekki að gera hlutin alveg svo á að gera það en segja bara leðilegt fyrir þig, farðu bara í mál. Þannig að borgari þarf í fyrsta lagi að átta sig á því að hann eigi eitthvað rétt sem hann er ekki að fá. Hann þarf að ráða sér lögmann með fullri virðingu fyrir okkur ágætum lögfræðingum. Borga fyrir það, taka áhættu því að fara í dómsmál og jafnvel þótt hann fari í dómsmál að þá getur niðurstaðan verið að dómurinn segi herðu, þú áttur örugglega rétt sko en við bara höfum ekki heimild til þess að túlka lögin til samræmis við þjóðréttarlega skuldbindingu af því að lögin sem eiga innleiða bókunina er ekki nægilega skýr þannig ég get ekki dæmt nema samkvæmt lögunum eins og eru. Þannig að við erum bara komið dæmum það að fólk er að verða af réttundum sem það á af því að við erum ekki með þetta rétt. Og það getur átt við Íslendinga eða almenna borgara og það getur átt við fyrirtæki. Þannig að þú veist, það er engin ný ákvörðun í rauninni málinu. Bókunin er ekki ný, hún bara er 30 ára gömul. Þetta fylgir því að hafa tekið upp EES-samninginu sínum tíma. Við erum ekki að framselja fullveldi, við erum áfram með 2 stoða kerfi, við getum sett hvaða lög sem er og við höfum fulla heimild til þess að setja lög sem fara gegn EES-löggjöf. Við þurfum bara að taka það fram og við þurfum bara að taka afleiðingunum. Já. Við getum gert það og sko ég veit ekki margar ráðherrar sem hafa gert það en ég hef gert það sko. Takk. Í COVID lögðum við fram frumvarp þegar að ferðaþjónustan raunin bara lamast og við vorum með ferðatryggingar og það munið þegar það var svona ábyrgð á við vorum hrættum að fólk fengi ekki bætur fyrir ferðir sem að fjallu niður og ferðaskrifstofnum myndu bara að fara í þrot að þá skrifum við frumvarp og við tókum bara sérstaklega fram í frumvarpinu að með þessari löggjöf væru við að fara gegn regluverki sem við höfum innleitt frá EES. Við værum bara að taka meðvita ákvörðun það væri bara okkar ákvörðun og við bara gerum það og það var allt í lagi og enginn fór í mál og veist, þannig að Er þetta ekki bara samanlið og var að segja að allt færi bál og brandur ef við innleiðum orkubakka 3 eða? Þetta er mjög mikið sama fólk, þú veist, þetta er ekki alhæfa, þetta er ekki algjörlega sama fólk, en þetta er mjög mikið sama fólk og þá voru umræðum það að bara hér kæmi bara einhver úr Evrópusambandinu og myndi bara stinga Íslandi í samband og leggja strenga og svo spyrja okkur og þú veist, gróðurhúsi myndi loka og ýmislegt sko, og ekkert af því auðvitað raungerist vegna þess að það var sára saklaust mál sko, en auðvitað mjög grillað að vera að berjast fyrir ykkur sem einhvern veginn engu skiptir og var ekki spennandi sko, en það snerist bara þú veist, EES-samningur er mikilvægasti viðskiptasamningur sem við eigum. Klárt. Og ég, og meðan að ég stend þá vakt að þá ætla ég að passa upp á hans í lagi, því hann er ekki sjálfgefinn frekar en nokkuð annað sko. Nei, amen. Það er svona þannig að bókun 35 kveður raun á það að ef við byrjum á því við ráðum lög sem að koma inn frá EES fari í gegnum almenna farveg gegnum löggjafarvaldið eins og önnur lög og í einu skiptin sem að bókun 35 skiptir einhver máli er þegar þessi lög stangast á við núverandi lög. Yes. Þetta er ekki flóknara en það. Yes. Ok, glæsilegt. Ég verð að þakka riturinn fyrir. Þetta var góð spurning og enn betra svar. Maður er einhvers vísari. Það er ekki allar svona Unna Páll spyr hvernig er að deila mötuneytið með Landsbankanum? Það er bara ljómandi fínt. Þetta er ótrúlega góður matur. Hann er nefnilega fáránlega góður. Hann er fáránlega góður og ég hef ég var dálítið lengi að byrja óreglulegi dagar og ég er ekki alltaf í húsi og svo er ég í húsi okkur svona borða oft einhvern veginn mat á mjög afbrigðulegum tímum og eins og ég sagði í byrjun, passa að sofa en passa ekki að vel að borða reglulega. Þannig að ég hef ekki farið rosalega oft en ótrúlega góður matur og bara geggjað sko. Ertu byrjað að reyna að haga ferðunum þannig að það skarist ekki á 50-dagsmatinn í bankanum? Hann er alltaf bestur 50-dagsmaturinn. Nei, ég hef enga stjórn á því. Ég hef þó maður þykist ráða miklu og þá ræði maður mjög lítið yfir dagbókinu sinni. Það er alltaf merkilegt. Já. Ræðist að flokkurinn verði minni en bæði miðflokkurinn og Viðreisn í næstu kosning?
Nei, ég hræðist það ekki en ég algjörlega meðvituð fyrir því að sko mér finnst þú veist, sjálfstæðisflokkurinn á engan rétt á einhverju fylgi og getur ekkit vísað hvorki í sögu eða einhvern veginn eigið ágæti sko. Sjálfstæðisflokkurinn þarf bara að vinna fyrir því að vera í talsambandi við fólk og fólk sjái hag sinni því að kjósa hann. Þannig að mér finnst við ekkert einhvern veginn geta sagt bara að hann eigi að vera svona þú veist, nema að þú getur sýnt það í verki þá út á hverju en nei, ég get ekki sagt ég ræðist það. Nei, Örn Axelsson spyr af hverju skattur og yfirvinnu? Já, sko það er auðvitað bara skattur á laun en mér finnst við eiga að horfa til þess að þegar fólk að leggja ekstra á sig að það fá að njóta góðs af því og það sé ekki tekið ómiklu mæli af þér þannig að hvaðin sé til staðar en við erum auðvitað bara með skatta á launatekjur. Algjörlega, takk fyrir þessa Örn. Eitt ráðuneyti út æfina spyrja Devin Jones menn og minna á leynitryggs í Svefnherberginu. Sem er, Devin Jones segja þér draumar ráðuneyti ég held að vera með eitthvað auglýsingu þarna. Draumar ráðuneyti út æfina Bjarni getur ekki hringt í og sagt heyrðu út ekki lengur fjármálaráðherra ég hefur þetta metnað til þess að á einhverjum tímapunkti vera í forsætisráðuneytinu. Vel svara. Þú mátt keyra eitt mál í gegn af þingi. Hvað velurðu? Á morgun. Vá. Eitt mál. Eitt mál. Vá, þetta er ótrúlega erfið spurning. Erfið og góð, sko. Eitthvað mál sem þarf að leggja fram og einhvern veginn. Nei, þú mátt bara velja, sko. Þetta er oflöng bið fyrir afsakið hlé þið klippið þetta bara Ég skal gefa þér andri með að því að Söppi voru að vera 30 ára. Við erum að 30 ára samlokum. Við erum að tala 30 ára frábæra samlokum. Þú komið deruna? Ég mætti með Söppi deruna. Já, hann og svo fór ég reyndar í áðan. Þú veit ekki að ljúa núna. Þú mætti klifið þér á Söppi. Bræðingin. Já, vel gert. Það var rosalur. Já. Það væri frumar sem myndi einhvern veginn tryggja aukna skilvirkni hjá opinbera þannig að við gætum svona sýnt í verki að við værum ekki að sóa annar manna peningum. Er það ekki á tandurhreitni íslensku að það megi reka opinbera starfsmenn? Jú, ég var nefnilega að hugsa hvort ég ætti að nefna lögum réttindi og skyldur opinbera starfsmanna sem eru bara alveg sama hvaða skoðun þú hefur að finnst það að gera er bara en löggjöf sem þarf að taka upp og endurskoða. Þannig ég var í alveg hugsa það fyrir mig. Svo hugsa að ég geti valið milli þess og eitthvað svona, taka eitthvað svona mega löggjöf þar sem við myndum í alvörunni fjárfesta í alvöru, kerfum fyrir opinbera, með allir þessi legacy kerfi þannig við getum, orðið ógeðslega góð í allri rafrænni stjórnsýslu og sparað fullt af peningum og bætt þjónustu við fólk og fyrirtæki. Þannig það er þessi tvö, ég var svona hvort vekja eru þetta samt líka svona skilvirknis moment sko. Sorry, ég veit við erum komin alveg langt í framlenginguna en þetta er gæði og hlustendur vita það að þegar þættir eru langir þá er það því að þeir eru unreal góðir þó þau séu þungir stundum. Þó þau séu þungir. Já. Lögum opinbera starfsmenn stranda það í ríkisstjórninni? Sko ég er ekki viss að væri mikil kannski stemming fyrir því í þessari ríkisstjórn en það, ég meina það er ástæða fyrir því að það bara er almennt ekki á dagskrá og ég held að hluta því sé reyndar, við erum alltaf með vinnumarkaðsmódel þar sem við erum alltaf annarkvort nýbúið með kjarasamninga eða á leiðinni í kjarasamninga eða sérst aðalega vinnumarkaðarins og þá er þetta alltaf, það er viðkvæmur tímapunktur og svona en það eru alls konar flokkar sem að ég held að ættu mjög erfitt með að stíga inn í þetta en ég bara held að þetta sé bæði þarft og líka fyrir sko þessi opinberu kerfi og allt þetta vegna þess að inn í kerfinu, hvað sem er ráðuneyti eða stofnanir eða heilbrigðisstofnunum eða skólum eða hvað þetta er allt stútfullt af framúrskarandi fólki sko. Klárt. Og ég var síðast að ræða í dag og mér finnst okkur vanta svo betra íslenskt orð fyrir svona civil servant af því það er
fólk mjög svona það mikið svona drif í mörgu fólki, þú veist, það sem bara svona raunveruleg tilgangur, það bara einhvern veginn að reyna að gera, þú veist, það vil gera gagn og það að leggja sig fram og það ekkert alltaf geggjað að líða einhvern veginn fyrir það að svona orðræðan svolítið eins og það sé síðan bara, þú veist það gert lítið úr ríkistarfsmönnum. Já, svolítið, þú veist, og það svona, engin skilvirkni hér og hvað það að gera í vinnunni og eitthvað, þú veist, kerfið líka bara fullt af fólki sem bara leggur sig ótrúlega mikið fram, vinnur brjálæslega góða vinnu og með mikið metnað og vill gera hlutin ótrúlega vel og það heldur ekki frábært fyrir það fólk þegar að síðan, þú veist, inn á vinnustöðum fólk sem að, þú veist, ætti kannski og það, þú veist, það getur bara alls konar ástæði fyrir því, það kannski bara ekki til rétta starfinu eða þarf að breyta til eða það ekki lengur þörf á starfinu eða, þú veist, hlutinni breytast þannig að Já, heyri í hlaðvörpum eins og hér að hvað ríkisstarfsmönnum vonleysi, sko sem ekki frábært. Ég þú veist, nú ég alveg talsmaður þess að Fleiri ríkisstarfsmenn? Nei, alls ekki, sko ég held að það sé með betri, þú veist, með meiri skilvirkni og minni sóun og þegar við hættum verkefnum þá þýðir það bara líka alveg oft að fólki sem hefur að sinna þeim verkefnum það þá ekki þörf á þeim lengur, þú veist, í því starfi, skilur, það er bara lífsins gangur, sko þannig að, en mér finnst bara mikilvægt einhvern veginn að þú veist, tala bara sanngirni að þú veist, kerfið fullt af ótrúlega öflugu fólki sem að leggur sig bara mjög mikið fram og þú veist, ég bara legg mikið traust á fólki kringum mig sem að vinnur mikið og vel og þú veist, veitir manni góða ráðgjöf og klárt og með reynslu og þú veist, ég get ekkert verið að sinna minni vinnu án allra þess að ágæta opinbera starfsmanna, sko. Nei, algjörlega, og þá kannski fyrir þá hægri þengjandi hlustendur sem að hlusta, að þá kannski ef við myndum fá alveg hægri stjórn eftir næstu kosningar, að þá vonandi farið þið í þetta mál, því það augljóslega víða pottur brotir og það þetta hægraða helling. Og ég held nefnilega, sko, þegar við tölum síðan sko, að hægraðin getur alveg birst í mörgum myndum, en ég held að ef við erum að meina það þegar við segjum að við viljum hægraða og minnka sóun, þá getur ekki, það ekki hægt að taka því alvarlega og ætlar ekki að snerta á þessari löggjöf. Af því að hluti af svona sóun fjármuna, þú veist, vegna þess að vegna þess hvernig þessi löggjöf bindur hendur stjórnanda og kerfisins. Og það er líka til hagsbóta fyrir þau sem eru að leggja sér mikið fram það sé meiri hreyfanleiki hjá opinbera. Klart. Já, ég held sem bara komin í saðspurningarnar og Birgir, ég ætla að lega þér að spreyta þér. Já, ég hef ekki tekið þær í 3 ára. Við erum líka að vera 4 ára, gaman að segja frá því. Já, við erum að vera gamlir. Við erum að vera helviti gamlis. Bónus. Ég var líka ánægð með að Þórdís að við varum öll af sömu kynslóð, við 3. Já, ég kunna mynda. Þetta var meira fyrir mína sál. Já, ég get alveg tekið undir það, sko. Bónus ávextirnir eru ferskastiðar. Ég kannski ekki með eina snöggar hraðspurningu, Þórdís, hver þinn uppáhalds ávextur? Og þessi besta kvöldsins. Sko, ég borða mest af eplum, en ég held ég myndi segja ananas. Já, ananas á pítsu? Nei, alls rólegur. ekki. En börnum mín bæði borða ananas á pítsu, en ekki ég. Sérstaklega í útlöndum, þú veist, þeir eru svona bragðmiklir og svona sætir. Já. Þessi var erfið hjá Leifur. Já, ég veit að ég kaupi það aldrei sjálf, en þú veist, það er stundum í boði á ríkisstjórnarfundum og í útlöndum. Já. Góður ananas. Góður ananas. Svo er náttúrulega frumherinn góði. Já, sko, frumher og kemi, þeir eru alltaf eins og malt og appelsín. Basically, þú veist, af því að þú ert á bílinn í skoðun. Já. Og þú ert með nýja endastaf, ríðuð í gang. Beintið frumhera. Ekkert rífaði í gang, færi bara í skoðun. Og svo kemi, setur bílnúmerið þitt inn. Já. Og þá bara, allir bílavarahluti sem þið langar í. Ef þú sér blikkandi ljós á mælaborunni, þá er það beint í kemi. Já. Það fyrst spurning, Þórdís, ertu A eða B manneskja? A. Já, 8 tíma svefn, lágmark, takk. Kaffi eða síkó? Kaffi. Uppáhalds staður í heiminum? Heima. Sófinn kannski? Sófinn heima. Sófinn. Þinn helsti veikleiki? Ég myndi ekki upplýsa hann þó ég geti svarað þessu mjög snögglega. Þessi góð, geta flogið eða vera ósýnileg? Geta flogið. Já, verður næs. 3 þingmenn með í heimsreisu á þingi í dag? Skemmtilegt. Megar verið í mínum flokki eða? Öllum, bara 3 þingmenn.
3 þingmenn sem ég myndi fara með í heimsreisu. Þetta 2-3 mánuðir, skilur þetta verður að vera eitthvað sem þú þolir ansi lengi, sko. Já, ég náttúrulega, af því að ég hef ekki verið, sko, það sem að almennir þingmenn, þú veist, fá að njóta, en náttúrulega kynnast þingmenninu miklu betur, heldur en þegar þú veist ráðherra og allt, þú veist, svo mikið ráðuneyti og minnanir á þingi, þannig að það alveg þingmennir á þingi sem að ég þekki ekkert, bara slatta þingmenn sem að ég þekki ekkert nógu vel, sko. Ég ætla að fara að segja að ég þekki náttúrulega best mína, þú veist, í mínum þingflokki, en ég get ekki gert upp á milli þeirra, sko. Nei, já, svo þarf þetta að gera það, sko. Já, ok. Allir, bara, tekur alla með þér. Ég er ekki vissum myndin enn að því. Ég myndi að freka fara bara einu í heimsins, sko. Því að introvertin í mér, hann vex með hverju árun sem líður, þannig að ég held ég mjög gott að því. Myndur þú að vera introvert að upplægi? Ég trúi ekki. Sko, þú veist, maður getur verið hvortvekja. Já. Og því meira sem að reynir á extrovertin, því meiri þörf hef ég fyrir að næra introvertin. Þú veist, það er, en þú getur alltaf ekki verið bara reynræktaður introvert, þú veist, held ég, og verið í mínu starfi. Ég held að sé svolítið erfitt. En ég er mikill svona laumu nörd, sko. Já. Og mér finnst rosalega gott að, þú veist, vera ein með sjálfur mér. Seinasti þáttur sem þú sofnaðir út frá á sófanum? Ég var að klára Emily in Paris. Já, kona mín að horfa. Í flugvélinni í gærkvöldi og sofnaði svo. Já, góð stöf. Hvað farið þér að búlunni? Tilbúð aldarinnar með Bernes. Vel gert. Er Ásgeir Reykjörð kóngurinn? Kóngurinn? Hann er... Geta hugsa. Já, þú veist, nei, ég meina hann er bara geggjaður og ótrúlega góður bróður, sko. Já. Og góður vinur. Já, frábær manneskja. Ég með byssu höfðaði núna, þú ert formaður Sjálfstæðisflokksins og þið fenguðu bara geggjaða kosningu og allir hinir flokkarnir fenguðu jafn mikið atkvæði. Þú var að velja 2 flokkar til að fara með þér í næsta samstarf. Sko, ef þetta væri bara eitthvað svona hraðaspurning sem enginn myndi síðan lesa stórkostlega í, þá væri ekkert mál að svara þessu, en þú veist, ef ég þarf að lesa... Þú þarft ekki að pæla of mikið í þessu. Ef ég þarf að lesa frétt það, þú veist... Ég útiloka ekki. Já, eitthvað svona, einmitt, sem væri bara eitthvað, hún... Draumar ríkið Þórdís. Já, einmitt. Nei, ok, ef þú ert að skrifa þetta niður, blaðamaður, þetta er at gunpoint hjá henni. Já, þetta er at gunpoint. Nei, ég myndi alltaf bara vilja vinna með, sko, flokkar fara líka eftir hverjir eru að leiða það og hverjir eru þingmenn. Þú veist, þannig eftir næstu kosningar þá getur þú verið með einhverja nýja formenn og nýja þingmenn og maður lesu þetta líka í það. Þú veist, hvaða áherslur eru flokkar að leggja, þú veist, fyrir kosningar og eitthvað svona. En auðvitað, ég meina, eðlimál samkvæmt myndi ég vilja vinna með flokkum sem eru næstir sjálfstæðisflokknum í hugmyndafræði. Við reist með flokkur. Já. En ekki? Jú. Já, ég svaraði bara fyrir hana, það var frábært tímar. Síðan spurning kvöldsins, takk, þetta búið að vera æðislegt og frábær þáttur, ég hlakka til að hlusta á hann í fluginu leiðindi Grænlands. Byrjum á því, af hverju á sjálfstæðismenn að kjósa þessu formann og af hverju á fólk yfir höfuð að kjósa sjálfstæðisflokki? Af hverju sjálfstæðisflokkurinn kjósa mig sem formann? Sko, í sjálfstæðisflokkurinn eru þetta bara margt, þú veist, flott fólk sem hefur metnað til þess að leiða flokkinn. Ég veit bara hvers vegna ég er tilbúin að bjóða fram krafta mína til þess að gera það. Ég veit fyrir hvað ég stend. Ég er búin að vera í mörgum stöðum innan Sjálfstæðisflokksins, þú veist, í tæp 20 ár. Formaður ungra og stjórnshús og framkvæmdastjóri þingflokks og kosningastjóri, aðstoðarmaður ráðherra, þingmaður, ráðherra, varaformaður. Þú veist, ég hef verið að hengja upp plakkött og safna pennum og peningum og baka vöflur og taka ákvarðanir og ræða þú veist, bara alls konar. Þannig ég tel mig þekkja svona flokkin og hjartslátt hans, en ég er líka óhrædd við að segja, þú veist, það er ákveðin hluti sem þurfa að breytast og flokkur, eins og ég sagði í byrjun, þú veist, flokkur sem ætlar að erindið framtíðina, þannig þarf líka að skilja hana. Þú veist, ég er umkringt alls konar fólki sem að ég spegla mig í og leita til. Þú veist, mér finnst það vera kostur að vera
venjuleg stelpa af skaganum sem að einhvern veginn endaði í pólitík sko. Þú veist, mér finnst það skipta máli að taka ekki sjálfs alvarlega en taka verkefnin í alvarlega og ég vil sjálfstæðisflokk sem að, þú veist, horfur út í heim og máta sig heiminn og á í viðskiptum heiminn og í samskiptum heiminn manneskjulegur og hlýr og vill meira svona samfélag og samvinnu, raunverulegt frelsi, ekki bara þegar hendar, heldur bara alltaf af því að það alltaf betri kostur og hafa pólitískan kjark og hugrekki til þess að stokka upp í kerfum og forgangsraða því að mér finnst, þú veist, menn alltaf að tala um einhvern veginn niðurskurð og það sé hrikalegt, þú veist, ég vil bara segja þessi uppskurður, sko, þú veist, stundum getur bara brotið upp kerfi og endurraða þeim og, þú veist, og það þarf að hafa, kjart til þess að gera það. Og mér finnst, af hverju ætti fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að hann skilur jafnvægi á milli verðmætasköpunar og velferðar og mér finnst bara engin annar flokkur skilja það betur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og mér finnst skipta máli að við tölum þannig að við þurfum bæði á atvinnulífinu að halda og opinbera kerfinu, þú veist, og ég meina, mamma mín sjúkraliði, búin að vera það í 40 ár og ég veit að við getum ekki rekið samfélag án fólk sem í slíkum störfum, opinberi starfsmenn sem að halda uppi samfélagin okkar að hluta. En ég veit líka að við gætum ekki haldið uppi þeim störfum og þeim kerfum án þess að vera með öflugt atvinnulíf. Allra handa atvinnulíf og meðal annars, þú veist, bifurlegvirki eins og pabba minn, þú veist, og ég held bara þetta samspil og bera virðingu fyrir hvortvekja og skilja hvað áhrif þetta hefur hvert á annað. Mér finnst engin flokkur annar skilja þetta samhengi og jafnvægi þarna á milli eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Mér finnst, ég held að fólk kunni að meta það að fá að halda meiru eftir af sínu sjálfsaflafé, að það sé virðing borin fyrir annar manna peningum og þar þurfum við bara einfaldlega að gera betur að fólk, þessi upplifun fólks að því að það sé sóun í kerfinu, hún bara hluta til rétt og það bara vont og það á ekki að vera þannig. Mér finnst það ókurteisi við fólk sem á þessa peninga og við tökum að geta ekki sýnt algjörlega fram á það að við sem að fara vel með þá og síðan bara þetta svona þessi svona borgaralega nálgun sem að þú veist, á þess að vera kvóta forseta sko, þú veist, bara ekki spyrja einhvern veginn hvað getur samfélagi gert fyrir þig, heldur hvað get ég gert fyrir samfélagi og ég vil halda í þá eiginleika og mér finnst Íslendingar bara í gegnum sögun almennt hafa verið góðir í og bara ef þú horfir á hvað áhrif Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft í íslensku samfélagi frá því að við urðum sko sjálfstæð. Þá, ég meina, það eru bara mjög mikil áhrif og hvernig hefur það gengið? Hvernig hefur þessi blanda virkað fyrir íslensk samfélag? Ég myndi segja bara frekar vel, sko. Við höfum, þú veist, sannarlega gert þú veist, mistök og alls konar, en aftur, það bara hluta því líka að fara með völd og áhrif og þurfa að taka ákvarðanir, sko. En þú veist, við höfum sterka sögu, reynslu, vitum hvert við erum að stefna og þurfum að vera óhrædd við að gera og ég finn ekki annað, þú veist, þegar ég að tala við alls konar fólk sem að kýsa ekkit endilega Sjálfstæðisflokkinn. Þú veist, ég finn bara alveg takt með því, með alls konar fólki, sko. Og ég held að flokkurinn geti alveg stækkað talsvert og náð betra talsambandi við alls konar fólk. Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. Sjáumst í Grænlandi.